Já, velkomin að Rauða borðinu. Það margt í þættinum í kvöld. Í lok þáttarins þá ætla ég að hringja ekki kannski alveg nyrst í Noregi en mjög norðarlega í Noregi. Þar Bátsfjörður í Finnmörku þar sem að Jón Páll Jakobsson stundar útgerð. Hann var í útgerð á Íslandi með föður sínum en flutti þarna út og byrjaði í útgerð. Það öfugt við það sem á Íslandi að þá gefst mönnum færi á því að byrja í útgerð í Noregi og ég ætla að ræða við hann einmitt þetta svona aðgengi nýliðun í útgerðinni og kannski hvað ólíkt með kvótakerfinu á Íslandi og í Noregi og kannski hvernig það norska kannski að líkjast því íslenska meir og meir. Heyrum í Jóni Páli lok þáttarins. Við höfum svolítið fjallað um COVID að undanförnu meðan annars út af upplýsingum umframdauðsföll eins og það kallað og ég ætla að fá Þórólf Guðnason sóttvarnalækni til þess að útskýra það fyrir okkur og ræða kannski COVID, hvort að COVID sé kannski alvarlegra mál heldur en að við höfum svona látið að undanförnu. Ég ætla líka að ræða við hann upplýsingar sem að koma fram minnkandi lífslíkur út allan heim og það sem að sést raunverulega að COVID kannski með þeim alvarlegustu atburðum sem að við höfum upplifað því að það eru fáir atburðir sem hafa valdið jafnt miklu falli í lífslíkum og öfugt við stóra viðburði eins og kannski stríð eða hungursneyðir sem að lækka lífslíkur tíma að þá lagast það mjög fljótt aftur en það verður líklega ekki raunin með COVID því að við erum ekkert að losna við COVID. Það mun halda áfram að herja á okkur. María ætlar að fá Hjálmdí Heiðdal til þess að sem formaður félagsins Ísland-Palestína til að ræða stöðuna í Ísrael, hvernig Palestínumönnum vegnar undir harðlínu stjórn hægrimanna sem hefur tekið völd í Ísrael. Guðmundur Hrafn Arngrímsson kemur eins og alltaf á mánudögum eða oftast á mánudögum og segir okkur frá baráttu leigjenda hér heima og erlendis, alltaf gaman að tala við hann. Og svo ætla ég að ræða við Þuríði Hörpu Sigurðardóttur sem formaður ÖBÍ stöðu öryrkja í dýrtíðinni. Við höfum svolítið verið að ræða hvernig verðbólgan étur kaupmáttinn af láglaunafólki en auðvitað gerum það sama við þá sem á örorkulífeyri og það kannski fólk sem má enn síður við kjaraskerðingu verðbólgunar. Heyrum í Þuríði Hörpu þeir eru búin að fara yfir frétti dagsins og það María sem að segja okkur þær. Hvað helst að frétta? Já, það kannski helsta í fréttum að SA vann verkbannsmálið fyrir héraðsdómi. Þannig að það svona, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona stór og alvarleg tíðindi fyrir verkalýðshreyfinguna. Þau megi beita þessu vopni í rauninni. Og í rauninni sem ég get ekki betur síðan að þau sé að beita á rangan hátt með allt sem maður hefur heyrt. Þú getur ekki að þræta við félagsdóm? Já, eða þannig. Eða þú veist að þau eru að beita á einhvern hátt sem hefur ekki verið notaður áður. Þannig að það kannilega má. Það er prófað tilbaka, þannig að það kemur ekki að söka en þá en kannski dragaðu þetta vopnum aftur sérna. Það geti vel verið og bara það að geta einhvern veginn alltaf hótað þessu svona, að það finnst mér vera svolítið alvarlegt og ég get ekki ímynda mér annað en að bara verkalýðshreyfingin muni spyrna við fótum einhvern veginn. Þú veist að það er ekki hægt að áfrýja félagsdómi, hann bara endalur. Já. Þannig að þetta liggur bara svona fyrir. Já. En svo það þannig að þegar kemur nýtt verkbann þá má reyna svona kæra það með einhverjum öðrum hætti, ég veit það ekki. Já, ég held að hins vegar hafi komið í ljósi þessu að þau hefur voru að hóta þessu, en þegar tími nálgaðist það sem þetta átt að gangi í gegn, að þá hugnaðist þeim ekki sýnin hvað myndi gerast. Þannig að Einmitt, ég er eiginlega sammálaður með það. Ég held að þeim hafi ekki alveg letist á hvað þeir voru að fara að gera. Nei, líka, og voru kannski farnir að heyra líka óánægjar raddir meðal fyrirtækja. Já. Þannig að þetta hefur kannski ekki verið alveg málið fyrir þá.
En allavega, heyrðu, Jóhann Páll Jóhannsson og Já. Björn Leví, þeir fá ekki að leggja fram fyrirspurnir til forseta þingsins Lindakol. Nei. Það er bara einhverjar svona formlegar athugasemdir sem maður má leggja fyrir, sem að varða stjórnsýsluna. Já. Hún má ekki byrtast þessi skýrsla sem að sumi kalla skýrslu en aðri kalla innanúsplagg eða eitthvað svona. Einmitt. En hún nú einhver leiti komið fram svona efnið hennar í dómsmálum. Já, einmitt. Það sem að... Jóhann Páll segir í viðtali í fréttum Stöð 2, hann er hissa á þessu sko. Já. En þetta hafi komið honum á óvart, þessi niðurstaða. Já, ég er nú svolítið hissa og hann hafi verið hissa. Allir hafi gert ráð fyrir, þeir ætla ekki að hleypa þessu gegn og þeir ráða. Já, þeir ráða. Og þeir eru Sjálfstæðisflokkurinn. Já, en þú veist bara ríkisstjórnin öll samt að því atkvæðin liggja þannig einhvern veginn í þessu máli. Lafki og Framsókn alltaf samsek í glæpum. Já, það er bara þannig. Þannig en það er spurning hvort að, þetta sé líka hættulegt fordæmi eða hvað. Það verður að koma í ljós. Svo er önnur frétt sem var í dag sem er svolítið svona áfellisdómur kannski yfir líka heilbrigðiskerfinu okkar að maður misti af lifur í Svíþjóð vegna þess að það tókst ekki að manna flugvél. Hann átti þess að hafi fengið lifur og þá kemur náttúrulega bara kallið 1-2-3 og hann þarf að fara út 1-2-3 og ekki hægt að manna Það er tveir kostur með samning við fyrirtæki sem heitir eitthvað Nordflight eða Norðurflug eða eitthvað og þeir gátu ekki manna vélina. Hinn valkosturinn til vara er flugvél Landhelgisgæslunnar en hún var bara eitthvað staðar í útlöndum. Já, einmitt. Þannig að maðurinn mistið lifur og hefur ábyggilega og mögulega, maður bara hugsa sko og það getur verið bara vikur á mánuði þannig að hann fær aftur séns. Já, einmitt, eða ekki, skilur, eða þú veist, maður veit ekki hvað. Það er svona margar svona fréttir undanfarið. Já, svona hörmungar. Já, eitthvað svona niðurbrót öryggiskerfisins. Já. Já, þetta er svolítið svona, ég hugsaði alveg flugvélina sem að þeir allir að selja flugvél Landhelgisgæslunnar. Fyrir bensíni. Já, einmitt. Eins og sagt var, að þeir alltaf að selja vélina til þess að eiga fyrir rekstri. Já. Það var reyndar einn frétt sem að ég veit ekki hvort þau eru með sem að var læknir sem var í útvarpinu í morgun. Já. Var að tala að það vissuðu allir að nú er þessi endalausa kreppa inni á Landspítalanum að því að vantar sjúkrarúm. En það vissuðu allir að þótt að væri verið að byggja nýjan Landspítala að það væri ekki nægt legurými þar til þess að mæta þörfinni sem er í dag. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega alveg svakalegt sko. Já. Ég held að við fáum kannski að heyra í honum. Hann heitir Svanur Sigurbjörnsson. Ég held að reyna að ná honum í viðtal núna í vikunni. Já. Sem getur svaraðir eitthvað Landspítalan eða nýbygginguna á spítalanum. Já, bara þess að spítalinn sem hefur verið að byggja núna og menn alltaf tala að þetta var allt miklu betra að hann kemur og það er ekki þannig sko. Nei, var það ekki líka þannig að þeir glemdu að gera ráð fyrir geðdeildinni? Það var eitthvað svona. Þeir glemdu því ekki, þeir bara hættu við það. Eða þeir hættu bara við það? Já, einmitt. Þeir glemdu einu, talandur svona gleym ykkur. Það var glemdist þegar barnaspítalinn var reistur að gera ráð fyrir aðkomu sjúkrabíla, vissur það? Nei. Það er sjúkrabílandi keyra inn það sem átti að vera sko sorpgeymslaðin held ég. Jesús. Það var skotið inn svona eftir á. Það var náttúrulega bara, þeir var kannski bara séð fyrir sér að foreldrarnir kæmu alltaf með börnin. En það var ekki þannig að þeir glemdu sko geðdeildinni, það var bara ákveðið að hafa hann ekki. Nei, einmitt. Það er ekki nýr Landspítali fyrir fólk með geðraskanir. Nei, einmitt. Herðu, já, næsta frétt er kannski formanslagurinn í Vaffer, hann er farin að vera svolítið harður núna. Já, það var að byrja að kjósa á miðvikudaginn sem er 8. mars. Já. Alþjóðlegu baráttu dagur kvenna. Já, einmitt. Það var debatt í Silfrinu. Já, fylgdist með því? Já, ég fylgdist með því. Hvernig var þetta? Hann var svolítið svona grimmur, meðan hann svolítið svona
Debattinn? Debattinn. Já, ekki Ragnar. Nei, Ragnar var náttúrulega bara var sótt að hann. Var sótt að hann millilega og hann fekk sjaldan að klára setningar. Við erum með smá klippu sem sýnir svona ágætlega stemminguna sem var í þessum debatt ef það geti komið upp. Já, kannski fáum að sjá. Það sem er verið að ræða húsnæðismál. Verkefninu Blæ sem við erum búin að vera núna í 4 ár að reyna að koma af stað. 4 ár. Og á hverju byggist Blæ? Það byggist á Bjargi sem er sprottur úr ASÍ, sem er það dæmi sem þú hefur oftar en ekki talað að við eigum að fara út úr. Því var haldið í gíslingu í alþýðusambandinu. Nei, það er ekki rétt, Ragnar. Í 14 mánuði. Það er ekki rétt, Ragnar. Þetta er til í fundagerði. Við værum að afhenda fyrstu íbúðurnar Elva í dag. En skilaðir þú inn tilsettum gögnum? Fekk alþýðusambandið þau gögn sem þeir þurftu frá formanni VFR til þess að vinna þessa vinnu í kringum Bjarg og Blæ. Ef við fengi nægilega stuðning frá alþýðusambandinu fyrir. En núna erum við að byrja að afhenda, við erum að fara að byrja að byggja þessar íbúður í þessum mánuði. Ef við hefum fengið meiri stuðning fyrir þetta verkefni af hálfu alþýðusambandsins og þetta veit stjórn VFR og við rættum þetta ítrekað með stjórn VFR. En hvaðan fær VFR þessa kunnáttu? Því að ég hef líka heyrt hina hliðina, Ragnar. Ég hef heyrt frá alþýðusambandinu og ég hef heyrt raunverulegar ástæður þess að þetta mál tafðist svo lengi því að það vantaði til skilingögn frá VFR, frá formanni VFR til þess að klára málið. Það er bara, þú veist bara að fara með algjöra rangfærslur. En af hverju er ég að fara með rangfærslur? Af hverju eigum við frekar að trúa því sem þú segir? Þú varst ekki í þessum samskiptum. Nei, en ég hef verið í samskiptum við þau sem voru í þessum samskiptum, Ragnar. Ég vil að það komi hreint fram við félagsfólkið okkar og við þau sem að koma og kjósa okkur. Segðum þetta Nei, ég ætla ekki að fara að segja Nei, það er ekki rétt. Segðum þetta að þú hefur þessar upplýsingar vegna þess að við erum búin að vera að berjast fyrir þessu máli árum saman erum við búin að beita okkur árum saman hafa stjórnvöld árum saman hafa stjórnvöld og þú þekkir það nú vel árum saman hafa stjórnvöld vanrækt leigumarkaðinn, húsnæðismarkaðinn, hér vantar byggingar, hafa lóðir, hér vantar okkur allt sem við þurfum. Ég er búin að starfa inn í Bjargi frá stofnun og við erum að vera við erum búin að vera að byggja upp í þetta. En hvaðan kemur Bjarg byggja upp? Það kemur frá ASÍ sem að þú vilt oftar en ekki ganga út úr. Hugmyndin kom upprunlega frá VFR. Nei, hún kemur frá fyrrverandi forseta ASÍ og það er til í gögnum, það er búið að vinna í Bjargi og við þrýstum alþýðusambandið á sínu tíma að fara í þessu uppbyggingu. Og við erum alþýðusambandið, Ragnar. Þú gleymir því stundum. Já, þetta er svolítið svakalegt. Hvað? Hvernig sóttir að Ragnar í rauninni þarna og hann svona sakaður vel legar, sko. Einhver gögn sem að hann tafið húsnæðis uppbyggingu af því hann skila ekki gögnum til ASÍ. Já, einmitt. Þetta er svolítið undarlegt. Og eins líka, sko, bara Heldur að formannskjörið í VFR snúist það að skilaði Ragnar gögnunum? Nei, en það er svona, þú veist, verið að reyna að láta hann líta illa út á einhverjum mjög undarlegum forsendum. En hún talar svolítið að svona ASÍ hafi viljað húsnæðisuppbyggingu sem að VFR undir forystu Ragnars stendur í vegi fyrir. Já, hún er greinilega mikið ASÍ-kona, maður heyri það alveg. Hún er örugglega vitnað hana í Höllu Gunnarsdóttur þegar hún segja þetta með gögnin og mér er sagt að þetta sé svona, Halla var hann með fyrir hlutanum og það kom svolítið svona líka eitthvað í sambandi við VFR þar. Einmitt. Heldur þetta sé framboð þeirra sem að voru á skrifstofu ASÍ gegn Ragnari? Ég held að þetta er náttúrulega bara rampóltíst, við veitum það alveg, það er náttúrulega bara augljóst. Hvernig þá? Þannig er kona úr VFG og ég heldur það. VFG mælis með 6% fylgi, heldur þeir ráði við að taka yfir VFR? Nei, við sjáum hvað setur. Ég er ekki að segja að hún muni vinna þessa kostningu. Ég er alls ekki að segja það. Það getur ekki verið að þau ætla að sækja á Ragnari Þór með frambóði VFG. VFG getur alltaf haft svo mikið stuðningin í VFR. Nei, þetta er samt sem áður við vitum það. Þetta er manneskja hún er í VFG. Sem er í VFG. Og Halla líka. Við vitum það. Þannig að við vitum að þetta er væntanlega pólitískt frambóð þannlega sig. Þannig að En viltu spá fyrir hvernig það fer? Ég held að Ragnar, ég get ekki ímyndað mér annað en að Ragnar hafi þetta. Ákveðu? Af því ég held bara að hann hefur einhvern veginn verið það
svona verið það mikil sátt hans setu þarna hinga til að ég held að fólk hefur verið ánægt með það sem hann hefur verið að gera held ég, svona mestu leitinu til. Man ekki hvernig síðast þá fekk hann framboð innan úr Sjálfstæðisflokknum, fyrirverandi vara þingkona. Þá fekk hann manni engjali 63% eitthvað laus. Og hún eitthvað minna en þriðjungin því alltaf einhverju sem að... Ég held að þetta verði eitthvað svipað sko. Ég verði allavega mjög hissa. En Halla lítur að ná inn í stjórn. Hún í frambóð til stjórnar. Heldur að Halla verði svona Ólöf Helga Ragnars, eins og Ólöf Helga Adolfsdóttir væri með svona virka stjórnaranstöð inn í stjórn eða ferri eins og Ólöf Helga var með inn í stjórn Eflingar. Vona innilega ekki. Nei, ég held ekki. Það ekki margar raddir að heyrast? Jú, en ég held samt sko svo sem það kemur mann ekkit á óvart að hún náttúrulega Halla sko metnaðarfull kona þannig að ég veit ekki hún geti alltaf metnaðarfull fyrir sjálfa sig hún bara með pólitíska skoðanir og vill breyta samfélaginu. Ég segi það, vill breyta samfélaginu þannig að hún geti alveg sótt á sko ef hún kemist inn í stjórn að í framhaldinu af því en ég ekki vissum að ég allavega ekki vissum að Elva hafi þetta núna. En ég segi alveg fyrir mér að Halla geti farið á mótunum ekkert hérna. Elva var búin að samþykja það að koma hingað í debatt við Ragnar en síðan hefur hún bara hættur að ná sambandi þannig að ef hún að hlusta þá stendur það ennþá til boða. Það stendur ennþá til boða. Mér fannst nefnilega vantar eiginlega samtalið þetta sko. Ég náði engu hvað þessar kosningar getur verið þegar ég var að hlusta á þau. Nei, einmitt. Mér finnst það líka bara þetta eins og þú veist að hlusta á þarna sem að sko bara tveir að tala í einu eitthvað og þetta snýst það sko hver næri að trufla hinn hver næri að trufla hinn meira og grípa meira frammi fyrir hinnum en samt svona meira á annan veginn sko mér fannst hún vera mikið aggressívari. Hún alltaf að sækja sko. Já, hún að sækja. Það alltaf þannig að sá sem að bjóða sig fram á móti í fórustunni, hann þarf að sækja. Já. Og hún að reyna að gera hann ótrúverðuðan. Og sakan að segja ekki satt og rétt frá. Nú þarf að fara fram í ljós sko, hvaða gögn voru það sem að VFR skilaði ekki inn til ASÍ sem að var þess valdandi að það bara fólk á götunni, það ekki búið að byggja þessu húsnæði. Og hann segir á móti að það væri búið að byggja þetta ef að ASÍ hefði ekki tafið þetta. Já, kannski við munum kosningarnar snúast um þetta. Já, kannski. Hún talar líka að hann var ekki að hugsa jafnréttismál. Já. Svo talað einhver mál sem hefðu komið fram meðal annars þriðja vaktin og það hver hefði stungið upp á því og það hefði komið úr stjórninni en ekki frá honum en það þarf náttúrulega ekki alltaf að koma frá formanninu ég veit ekki nákvæmlega, einmitt. Þetta verður gaman að sjá líka, hvað það snýst sko. Já, einmitt. Ég man ekki alveg hvað það snýst síðast, það er ekki alltaf ljós sko, hvað kosningar snúast. Nei, maður sér ofta eftir á sko. Stundum er það bara hver geðugri, segja sumir. Já. En maður sér það ofta eftir á líka sko, hvað þetta snýrist sko. En það er ég oft tala við fólk sem er í kosningaransóknum og það segir alltaf sko að fólk kýs eftir samfæringu sinni og pólitískri afstöðu. Það er alltaf ofmetið hvort að fólk sé að kjósa persónur. Jafnvel í svona, þá kannski helst í svona kosningum, einmenningskjördæmum, þetta er eins og þannig, að þá skiptir það máli. Hvor fannst þið koma, Amerikanarnir segja alltaf, með hverjum vildur þú drekka bjór? Hvort vildur þú drekka bjór með Ragnari Þór? Eða Elvu Hrann. Já, ég eiginlega hvoru sko, þannig lagað. Nei, ég drekki ekki bjór. En ég Það kannski ættum að segja svona vera, með hverju vildur reykja Jónu? Já, nei, það myndi... Eða með hverju vildur taka Sveppi? Ég reyndar held ég hafi drukki bjór með Ragnari Þór, einhver tíman, eða verið í einhverju svona teiti með honum, en allavega ég veit það ekki. Sko, mér fannst það sem ég hjó eftir og ég hugsaði með mér að geti ráðið úrslitum, það er hver með svona meira yfirgnæfandi rödd þegar allir tala og njalla. Heldur það í alvörinni? Já, ég held það í alvörinni. Vegna þess að sko, mér fannst til dæmis hún sko tala hann niður á einhvern hátt af því að ég heyrði mikið meira orðaskil í því sem að hún sagði heldur en því sem hann sagði á sama tíma. Skilur hvað við?
Þegar hann var að reyna að segja heila setningar en hún skaut Já, og hann svona tafsaði að því að þetta virtist koma nú svo óvart einhvern veginn hvernig hún Já, það var augljóst að hann bjóst ekki við hann bjóst einhvern veginn ekki við þessu sko. Árásum Já, það sem að verið að vefingja bara heiðarleikans Já, einmitt og það eitthvað svona sem hann náttúrulega bara einmitt ekki vanur kannski Þannig að En var það ekki það sem að var Drífa og Halla voru að segja að það var ekki hægt að vera inn í ASÍ út af óheiðarleika Ragnars og Já, það kom samt aldrei Vilhjálms og Sólveigar Önnu og einhverjum fleirum Já, það sögðu aldrei samt sko persónur og leikundur nákvæmlega En ég meina En það svona gá í skinn eitthvað, jú Það gerur það. Heldur þetta verði svona lefjuslagur stundum kosninga þannig? Ég get alveg, það kemur ekkit óvart sko. Svona miða við hvernig þetta setti tónin sko, þá geti þetta verið lefjuslagur. Sko. Síðast kom moggið með forsíðu það að ég held að verið moggið sem kom forsíðu það að Ragnar væri veiðiþjóður. Já. Mástu ekki því? Býttu eitthvað ráma mig það, jú. Það voru eitthvað aldrei fram að hann hefði verið með einhverjum í einhverju veiði. Já, veiðiþjóður. Já. Svo reyndist það einhvern veginn hvort þegar að svo sem átti hann kannast ekki við það eða hvort að Ragnar var bara allt annars þar í heiminum einmitt Alltaf var það til að við laust stundum gerist það í kosningum og helst náttúrulega í svona kosningum presskostningar eru frægar fyrir að verða það voru aflaðar, það þóttir svo grimmar það var hægt að kjósa til press kjósa til prest síðan á Íslandi mennur þá það fyrir mína tíð já, ég man ekki eftir því ég held ekki kjósa til prest já, kjósa prest, það voru bara aðfæri já það voru svo hatramar kostningabaráttur ég get alveg ímynda með það það hafa ofta verið mjög hatrama deilur ef að prestar fara að deila sko já þannig að biskupstofa fyrir að deilum eitthvað líka eitthvað Herðu, það var eitthvað meiri þetta Herðu, já, sálfræði þjónusta við starfsfólk ráðuneytana þar svona tilefnið er fyrirspurn frá Helguvölu sem að allir upplifa þannig að hafi verið beint gegnið í Lilju Alfreðsdóttur að það væri einhvern veginn svo mikil vandamál að vinna í ráðuneyti þar sem hún var yfirmaður að fólk væri bara meira og minna hjá sálfræðing ég veit og það kom í ljós að það var einhverju peningum í sálfræði aðstóð og svo kom í ljós að það var líka í öðrum utanríkisráðuneytinu en ég er aldrei inn í ráðuneyti en fær maður borgaðan sálfræði kostnað hjá fyrirtækinu sko ég þekki það ekki nægilega vel sko hvernig það en þú farið grannlega ef þú ert sko að vinna í ráðuneyti þannig að þú ert kannski einhverjum sér díl hjá ráðuneytum en ég veit það ekki stjórnmálafólk er náttúrulega frægt fyrir að vera ekki alveg í jafnvægi nei það er alltaf í frambóði sko, alltaf til rosalega viðkvæmt fyrir hvernig að fjalla það getur verið rosalega geðsveiflu líka bara því hvaða flokkur er farið í skoðanakönnum þannig að það geta verið eins og það er sagt að Mr. Market að sko hlutabréfamarkaðurinn hefða sér alltaf eins og eitthvað sem er ekki í andlu jafnvægi. Þegar vel gengur þá er bara rosalega hæ og glaður, svo þegar gengur eitthvað illa þá er allt bara sótsvart. Ég held að stjórnmálafólki hætti til að vera svolítið svoleiðis. Já, ég geti trúið því sko. Það er mjög líklegt sko. En já, en sko ég skildi þess að frétt þannig sko líka að þetta hefði ekki bara verið Lilja sko, það hefði komið svo í ljós sko að sko Ásmundur Einar að þá hækki þegar hann tekur við ráðuneytinu þá versnar þetta já, þá er hann kostnaðurinn ennþá meira þannig að kannski álagað vera alltaf að fá nýjan og nýjan ráðherra ég held nefnilega, því ég held að það geti og alltaf vera að breyta nöfnunum á ráðuneytunum og vera að breyta kannski starfsemið þeirra einhvern veginn, alltaf vera að stokka einhverju upp sko þannig að og starfsfólki kannski svona veit ekki alveg hvort það er örugt bara með vinnuna sína, ég veit það ekki kannski bara rosalega mikið álag að vinna í ráðuneyti ég held ekki ég held það reyndar líka ég held þetta sé ekki og margir sem að sitja lengi já, þannig að þetta er svolítið skrítið en Helga var alveg búin að vera duglega að spurja bara hún er búin að vera að ganga á hvernig að fætur öðrum held ég undanfarið Herðu, meira? Já, lífslíkur minka vegna COVID. Við vorum með fréttum á samstöðinni. Já. Ég veit ekki hvort að það var eitt graf sem að var þarna. Ég veit ekki hvort að Laufey er með það. Já, kannski fáum að sjá grafið. Ég veit ekki hvort að það var kannski,
Jú. Já, sérðu, þetta eru lífslíkur í heiminum frá 1961, þetta bara árið sem ég fættist, svo ég veit ekki þetta til þess. En ok, þetta lífslíkurna bara fara hann upp og svo falla þeir í COVID. Þetta þú getur ekki fundið neitt. Í sögunni þarna. Nei, það er aðeins þarna 1970 kringum það. Já, ég veit ekki alveg hvað það er, en ég held að þarna þessu smá haki í þessu snemma á 7. áratugnum. Ég held að þetta sé leifanir af hungursnöðunum í Kína. Já, en það sem að gerist þá, þannig að ef þú myndir ímynda þér sko línuna þegar hún fellur þarna í kringu 1970, ef þú myndir bara halda áfram að þá er þetta ekki að falla til lengri tíma. Nei. En þú sér hvað COVID hefur mikil áhrif. Já. Og það sem er munun á COVID og þess hungursnöðum og öðru slíku sem að jafna, þá bara jafnar þetta sig strax aftur. Já, hérna sérðu efst eru lífslíkur í velmegandi löndum. Já. Og svo eru svona millilöndin skipt í tvennt, svona efri og neðri, og svo eru lágtekjulöndin hann neðst, og þú sér það þetta fellur í öllum, þannig að þetta er ekki tengt í hvort að fólk eða löndin hafi haft efnaslega getur til að mæta þessu. Þannig að þetta og ég veit ekki hvort að þessu meitt í viðbót, ég man ekki hvort ég taka. Já, ég tók þetta saman sem að þetta eru löndin sem að voru með svona strongmen þegar COVID kom. Þarna er Boris Johnson í United Kingdom í Bretlandi. Þú sér að það fer bara niður fyrra árið og svo jafnar að sig að það losu sig við Johnson og svo er þetta Trump þarna í Bandaríkjunum og svo er þetta Bolsonaro í Brasilíu og Putin í Rússlandi og Moody í Indlandi. Þannig að þetta eru versta sem þú getur lent í ef það kemur. Já, hver er grænalínan? Ég sé þetta ekki alveg. Það er Putin í Rússlandi. Það er Putin í Rússlandi, já. Já, þar sérðu náttúrulega að það verið mjög gaman að fara yfir lífslíkur í Rússlandi. Að þú sérðu þarna að það hækka þarna í kringu 1980, sérðu það? Já. Já, veistu hvað þetta er? Nei. Þetta er þegar Gorbachev setur herðir áfengislöggjöfina. Já, einmitt. Og þá hann, þetta er frægt sko dæmi að hann lokaði í kíoskonum sem voru að selja áfengi og gerði svona ýmislegt og hann var líka með svona aðgerið, þess vegna var hann alltaf með konuna sína í myndum sem aldrei þekst áður í Rússlandi. Já, einmitt, já. Það var liður í þessari herferð sem var að sýna sko karlmenn sem hluta fjölskyldu. Já. Og það var á því að hann opnaði líka mikið af svona skemmtigörðum þar sem hann var að reyna að breyta sko karlmanns ímyndinni líka á sama tíma því að málið er að alveg frá því að Stalin fjármagnaði innbyltinguna sína. Já. 5 ára áætlanirnar og kom á stóriðju í Rússlandi út allt. Já. Hann fjármagnaði það með áfengissölu. Já. Þannig hann aflétti takmörkunum sem að keisarinn hefði sett og Lenin hefði látið óhrifðar á áfengisstefnunni til þess að fá fjármagn til þess að keyra áfram miðbyltinguna. Þá hefur áfengisdrykkja sko haldið aftur af heilsu sérstaklega rússneskra karlmanna. Já. Og þetta er dæmi um það. En síðan höldum á, við kannski förum við bara búið til heilan þátt lífslíkur í Rússlandi því að svo sérðu hóluna sem kemur á eftir, hann Gorbachev síðan falla Sovétríkin og þá hrynja lífslíkurnar, svo náður aðeins að bæta sig upp aftur og þá hrynjar aftur þegar rúblan fellur og svo var Putin að bæta þetta en svo kom COVID og fellur þetta niður. En þetta ég ætla að tala við hann Þórólf á eftir, ekki svona, ég ætla ekki að fara út í Rússland og svona, ég ætla bara að tala það. Þessar fréttir sem koma umframdauðan á síðasta ári og síðan þessar fréttir sem er að koma minkandi lífslíkur út allan heim, bendi til þess að COVID er miklu svona alvarlegra mál og stærri atburður heldur en að við svona bara í mannkynssögunni. Já, í svona síðasta ár, þá hefur við verið svona hálfgerð svona afneitun hvað það var. Já, einmitt. Við erum svo fegin því að einhvern veginn vera komin út úr því, held ég. Eða svona við höfum talið okkur vera komin út úr því. Herðu, en núna þurfum við að fara að hleypa gestunum að, en það er eina fréttum helgarinnar var nýtt merki Samfylkingarinnar. Já. Og ég með mynda því, að það var svolítið gaman að fylgjast með þetta svona smástriðni. Já. Að því að flesti svona hönnuðir ekki ánægði með þetta. Nei. Það er illa gert. Já. Og besta setningin var það að þetta var eins og krumpaðu pappír í kúlu. Já, og við settum hann með. Já. Fólk getur metið það hvort það er
En margir fögnuðu þessu, sumi fögnuðu að veri hægt að lesa nefa út úr þessu. Já, ég sé nú ekki alveg hvernig það er nefið, hann snýr svona sko. Þú sér hann er sem að þumallin liggur ofan á vísifingri og löngutung og svo sérðu að sérðu hann ekki. Jú, en hann er samt svolítið svona... Já, hann er ekki skýr. Þú þarft alveg að leggja þig í líma við að sjá hann, held ég. Já. Herðu, já. Ef að enda þetta kannski á Silfrinu, að því Heimir Már Pétursson sló svolítið í gegn. Það sló svolítið í gegn. Þegar það var húsnæðismál. Einhverju sögðu núna að loksins kemur maður sem tala vestfisku. Þá var að meina svona hann tala bara hreint út. Hann svona afruglaði umræðina sem hættir oft til í Silfrinu að vera svona millistéttar húmili. Þannig að talaði hann húsnæðismál. En það sem mér fannst vera merkilegast er að hann eiginlega mæli fram húsnæðisstefnu sósíalista. Já, hann gerir það. Húsnæðisbyltinguna sem við tölum að það yrði að byggja húsnæði fyrir þá sem var í vanda sem fyrst og fremst láta ekki fólk. Ef endur þetta á því að bara heyra í heimi. Já, svo þegar Heimir er farinn og þagnaður að þá kemur hér Þuríður Harpa eftir augnablik. Hvað með lífeyrissjóðuna og verkalýðsfélögin? Ég má aðeins komast inn í þessu umræðu að ég held að sé að hluta til á miklum villigötum. Stór hluti vandas var búin til af stjórnvöldum á sínu tíma þegar að verkamannabústaðakerfið var eyðilagt. Það sem þar núna og það sem að hagfræðingurinn ég man ekki hvað hann heitir, Ólafur er að nefna með 30-35.000 íbúðir. Það þarf 35-40.000 íbúðir fyrir láglaunafólk. Ég er ekki að tala markaðin í heild, það er síðan aðrar íbúðir fyrir markaðin í heild. Ef að menn meina einhvað með aðgerðum hérna, þá ættu ríki og sveitafélög að láta markaðin ekki bara ráðast af verktökum og hvað þeir eru tilbúinir að byggja til að halda upp í verðinu á íbúðum. Það þarf að gera sameiginlegt átak miklu stærra heldur en gert var með Breiðholti á sínu tíma. Ríki og sveitafélög. Ríki er eini aðilinn sem getur tekið langtíma lán og þó að vextir séu háir núna, þá munið þeir vonandi lækka og ríki getur þá endur fjármagna þau lán og það þarf að gera áætlun það á næstu 10 árum verði byggðar í félagslegri eigu 35-40.000 íbúðir þar sem leiguverð ræðist ekki af markaðsverði, heldur af kostnaðarverði við það að byggja þessar íbúðir og halda það niðri og svo fyrnist leigan eins og gerist til dæmis í Danmörku og hún lækkar eftir því sem að íbúðirnar er greiddar niður. Fólk getur búið þessum íbúðum til æviloka eða bara stendur í skilum með leiguna og hún verði ekki markaðslega. Þannig að það vantar ekki 35.000 íbúðir í heild, það vantar svona 60.000 íbúðir og það þarf að drífi því á næstu 10 árum að gera þetta samkomulag milli ríkis og sveitafélaga, kippa markaðum úr sambandi hvað þetta varðar og byggja íbúðir sem að láglaunafólk ræður að búa við, annars mun láglaunafólki krefjast þess að fá laun sem geta staðið undir leigu. Hvað segir þú? Þannig að þetta þvaður endalaust og það skortir lóðir svo sett nei, það er fullt af lóðum eða bara verktaka byggja ekki. Það er tími til komin að þessu þvaðri ljúki og menn standi frammi fyrir raunveruleikanum og geri samkomulag það sem er augljós hvað þarf að gera og leysa hann. Hún er komin hingað Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ, verður velkomin. Takk fyrir. Dýrtíðin, hún nagar sundur kaupmáttinn og kemur verst við þá sem að standa verst fyrir og Íslandi eru það öryrkjar. Já, það er fatlað fólk, það eru öryrkjar sem að standa verst, er með framfærslu sem nær ekki lágmarkslaunum og er gert að lifa af henni og við sjáum það að hjálpar samtök sem hafa verið með bæði matargjafir og með hátegis mat að þau eru orðin uggandi. Það er þvílíkur fjöldi sem kemur þangað í hádegi og jafnvel er þetta fjölskyldur eða foreldrar með börn á leikskólaaldri og á grunnskólaaldri sem ættu að vera ute í skóla. Þannig að þetta, það verðist vera að fólk hafi það bara, sé bara að hafa alltaf verð og verð. Já. En það var áramótin að þá var
var ríkisstjórnin með ykkur aðgerðir til þess að verja ykkar hóp fyrir verðbólgunni. Var það bara eitthvað sem var sagt en verður ekki varfið eða? Sko, við fengum sem sagt í heildina einhver 10,6% hækkun með þessari 3% hækkun sem var í júní og svo bættist þarna við áramótin. Og þú tilur það svo saman að það verður 10,6 í heildina yfir árið. Frá eiginlega þar síðustu áramótum? Nei, frá júní. Já, frá janúar og til janúar. Og með síðasta janúar að þá er þetta 10,6% hækkun. En það er búið að vera... Og það vantar þarna upp á því þetta heldur ekki í við verðbólguna almennilega og heldur ekki í við til dæmis þær launahækkanir sem eru á lægstu launum. Það er 10,2% hækkun verðbólgunar frá því í fyrra í febrúar. Já. Þannig að við getum eiginlega sagt að þeir þá illa stæð núna og þeir voru fyrir árið síðan. Já. En síðan framundan er þá bara verðbólgan éta og éta. Já, og fólk sem er á húsnæðismarkaði og er hvort sem að fólk býr í eigin húsnæði sem er með þessa lágutekjur og líka þeir sem er á leigumarkaði að það fólk hefur alltaf verið og verið. Því þarna það hækkar alltaf leigan. Og þá getur fólk ekki gert nefn að fara og vona hjálpræðisverinn eða samhjálp takja við því og sveitin hluta mánaðarins eða... Já, og þessi hjálparsamtök, bæði hjálparsamtök kirkjunar og fleiri, samhjálp og hjálpræðisverinn segja að fólk sé komið miklu fyrr í mánaðinum núna til þeirra og þannig að þetta er bara og við sjáum að ég gerði nú smá könnun talaði við kirkjuna og það verið 40% þeirra sem komið til þeirra bara í desember að það voru öryrkjar eða sérst fallafólk. Þannig að það hefur ekki batnað þetta ástand sem að við erum alltaf að glíma við, það er að segja lágtekjuvandi öryrkja og þessi tilfærslu kerfi og þau hafa ekki verið að virka sem skildi. Þannig að ástandi fyrir versnandi. Tilfærslu kerfi sem er eins og bæði var húsnæðisbætur? Húsnæðisbætunar, það áttu að koma upp á móti eitthvað og síðan er sérstakur húsnæðisstuðningur, svo er fyrir þá sem eiga eitthvað í húsnæðinu sínu, hugsanlega, að það eru vaxtabætur sem er raunverð skipta eiginlega nánast engum máli, það eru það lágar og barnabætur. Það er auðvitað gera sjálfsagt eitthvað gagn en alls ekki nægjanlega mikið og hefur þurft að vera miklu meira og betur á þessu staðið. Þannig að þetta er vandinn og við vorum bara að horfa á hvað var lægstu óskertu greiðslu til öryrkja sem var kannski 24 ára með fulla aldurstenda og þá er hann með lægstu óskertu greiðslur 1. janúar eru tæp 320.000 og hefðstu óskertu greiðslur það eru 427.000 og það eru örfáar með þær greiðslur þannig að þá á eftir að taka þessu skatta og húsaleguna og húsaleguna og þá er ekki mikið eftir þá er bara ekkert eftir en þegar að þessi munur sem er á lægstu launum sem eru núna nýjum samningum svona skríða yfir 400 skallin. Já. Eða SKS. Þannig að nefndi þú 320.000 krónur. Já. Þannig að muni 80.000 krónum. Eða hver er munurinn Já, ég meina ef við tökum bara... Á lægstu bótum og lægstu launum. Ef við tökum bara byrjunarlaun, launaflokki 4 hjá SKS, þá er það 402.000 krónur sem þau eru með. Þannig að þarna munar 80.000. Þannig að og ef við tökum þennan mun á lægstu óskiptu greiðslum til öryrkja og svo eftir 5 ára starf þá ertu með komin 472.000 þannig að þarna munar bara næstu 150.000. Fyrir hrun hver var munurinn á lægstu launum og lægstu bótum? Ég er ekki með nákvæmlega tölu á hver munurinn þarna var á, en ég veit að svona þeir sem þá var þetta á pari við lágmarkslaun örorkulífeyrin.
hann það ekki í dag. Og það var skert eftir hrun? Það komu skerðingarna inn og til að mæta áfallinu sem íslenska þjóðin var fyrir þegar við hrunbankana, þá var skert til öryrkjana. Þá voru öryrkjana skert. Einhver fannst það skynsamlegt? Já, mér finnst ekki skynsamlegt. Ég segi einhver fannst það skynsamlegt. Einhver fannst það og mér finnst það afskapla. Og öryrkjarnir liggja alveg eftir. Og þeir liggja eiginlega eftir. Þeir liggja eftir í dag og við erum ennþá með þessa blessuðu. En þá að borga fyrir hrunið. Já, við erum ennþá við erum ennþá með þessa skerðingu á framfærsluuppbótinni sem að framfærsluuppbótin er það sem á að toppa þau upp í sko algjört lágmark. En ef þú ert einhvers staðar, ef þú farið einhver örlitla lífeyristekjur, ef þú ert að vinna kannski eitthvað lítið hlutfall 20% að þá þurkar þessi framfærslu uppbót út launatekjur þrátt fyrir þessa 200 króna frítekjumark sem að koma þarna inn áramótin. Þú þarft fyrst að byrja á því að hreinsa út framfærslu uppbótina, hafur hana og síðan tekur við þessi 200 krónur frítekjumarkið. En þetta er svona að eftir hruna þá lækkuðu bætur. Já. Og ef að munurinn er 80.000 eins og er í dag, voru 14 árs frá hruni og 12 mánuðir í hverju ári, þannig ef munurinn er 80.000 þá er öryrki í dag búin að borga 13,5 miljón út af hruninu á þessu tíma. Við vorum að... Það mætti stilla þessu upp svona. Það mætti stilla þessu upp svona. Og það er ríkisstjórnin ætlast til þess að út þetta ár haldi svo sem er öryrkjalífeyri áfram að borga fyrir hrunið. Já, og að fá ekki hækkun eins og annað fólk hérna í samfélaginu sem er náttúrulega alveg ótrúlegt hreint og beint. Og við skoðum þetta aðeins hvernig staðan hefði verið í hruninu hjá þessum hópi og við komumst að því fyrir jól eða síðast ári að það var nákvæmlega sama staða í dag eins og var þá þegar var búið að klippa alltaf og strípa niður þrátt fyrir að hér sé verið að telja fólki trúum það að það sé verið að hækka lífeyrin og það sé verið eitthvað að aldrei haft það betur og séu hvað heitir þetta kjarabætur eða kaupmáttur heimilanna hefur aldrei verið betri og kaupmáttur þessar legstu tekjutíðinda, það er náttúrulega aldrei talað um þennan hópvegn sem hann nær ekki inn á fyrstu tekjutíðin þannig að það er bara einfallega ekki rétt að fólk hafi það gott sem er á örorkulífeyri. Það er allavega ekki þeir sem hafa ekkit annað og geta ekki annað. Og mun ekki skána þessu ári því að óbreyttu, þú nefndir þetta dæmi þann sem er með 320.000 krónur á mánuði að með í 10% verðbólgu að þá má ætla að raungildi þeirra bóta lækki meir en 30.000 krónur í lok þess árs að þá mun og sá sem er á því að reyna að sjá það fyrir sér hvernig þetta lifa á 320.000 krónum brúttó á mánuði að þá verður að í desember verður þetta orðið eins og að reyna að lifa á 290 krónum. En þú ert náttúrulega eftir að taka þessu skattin sko. Já, svo ertu eftir að gera það. Þetta er ekki eins og við komum til að fá þetta í vasan. Þannig að þetta er vandamál og þetta er náttúrulega sama vandamál líka fyrir þá sem er á lægstu launanum í samfélaginu þegar það fólk getur ekki lifa á launanum sínum að hvernig ósköpunum á þessi hópur að lifa einhverju mannsamandi lífi. Maður spyr sig og skilur ekki alveg hvernig fólk fær þetta út sko. Hvernig hugsar þetta? Hvernig er þetta hugsað? Það er sagt lífeyriskerfið okkar er þannig hugsað að þegar þú kemst á eftirlauna þá sértu með 72% af þeim tekjum sem varst með þegar þú varst á vinnumarkaði og sá sem er á lægstu laununum og getur ekki lifað þeim, hann getur náttúrulega ekki lifað 72% af laununum sín. Nei. Þetta er nálægt í að vera eiginlega það sem örorkulífeyririnn er. Það er nálgast það að vera 70% af. Við sjáum það að það er bara þúsundir sem eru þarna á þessari framfærslu sem er svona langt undir lágmarkslaunum og þetta er fólk auðvitað sem á börn líka, að til er þetta það. Og það hefur ekkert breyst á þessum tíma síðan 2021
þegar að könnun vörðu var byrt á högum fatlaðsfólks sem að einstæðir foreldrar höfðu langverst og einstæðir karlar og þetta hefur ekkert breyst og 80% fólks átti erfitt með að ná endum saman hverju mánaðamót og ég held að þetta hafi versnað og 80% af fólki sem er á örorkulífeyri. Já, 80% þeirra sem eru á örorkulífeyri áttu erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót og það mátti ekkert út að bera. Þannig að þetta voru einstaklingarna sem að treystu þá á vandamenn eða hjálparstofnunir eða eitthvað slíkt og þetta hefur versnað því að leigan hefur hækkað til dæmis, matarkarfan hefur hækkað, það hefur allt hækkað sem að kemur börnum, allir kostnaður, þannig að þetta er bara gríðalegt ágefni og bara mjög sorglegt. Launafólk, það getur verið verkfall, krafist hærri launa. Já, já. Hvað geta... Já, það gera fattafólk fyrir ekkert í verkfall, það getur það ekki. Það var reynda komið hugmyndum að kannski var þetta hóta að taka yfir flugfélagið eða eitthvað svoleiðis, blindrafélagið geti tekið flugfélagið og alls samansamtökin getur gert strætó en þetta er nú meira, þetta er bara grínir sagt en þetta er grátbróðslegt og það er einfallega þannig að þessi hópur á allt sitt undir því að inn á þingi og við stjórnvölinu setjum fólk sem er sæmilega skynsamt og hjartalíkt. Nei, það finnst mér ekki og við auðvitað vonum alltaf að það náist betri staða og við fáum það er hækkanir sem þarf til þess að fólk getur svona lifa sæmilegu lífi. Við höfum líka ágjur af því að húsnæði það er mikil skortur húsnæði og þess vegna er til dæmis talsverður fjöldi fólk sem að rekst á þessum almenna markaði. Þannig að það þarf og ég hef ágjur af því að núna þegar í þeir ástandi sem er í dag þá muni allt sem að varðar félagslegt húsnæði, það muni bresta. Þannig að ef það er slæmt ástand á húsnæðismarkaði þá hækkar verð og þeir sem að fyrst spýtast út af markaðinu vegna þess að ráð ekki við að leigja eru þeir sem eru lægstu þykjum og þeir vera bara heimilislaus. Það er nefnilega nákvæmlega þannig sko. En hvað er þetta í ráða? Það verður ekki kosið sko, það er 2,5 ára þannig að það verður kosið næst. Já, ég get ekki komið með einhver ráð. Ég hef stundum spurt að því hvort að sko verkefnishreyfingin ætti að taka upp kröfur öryrkja. Já, mér finnst það, ég er algjörlega þar ennþá. Það eru margir sem eru öryrkja sem eru fyrrverandi félagar í verkefnishreyfingunni. Já, já. Og það er alltaf hluta öryggisnetinu sem að verkefnishreyfingin ætti að vera byggja upp er að maður geti lifað þótt að maður missi heilsulega. Já, já, og það er líka þannig að hluta af fólki sem er á örorku, það er líka einhvers þar út á vinnumarkaði. Það eru 28% voru það í fyrra sem að voru á vinnumarkaði að vinna einhvers konar vinnu. Núna er mikið og fjálglega talað um breytingar á heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu með það fyrir markmið að auka virkni þeirra sem eru inn á örorkulífeyriskerfinu og falla fólk fari meiri mæli út á vinnumarkaðin og það er gott og vel segi vegna þess að við sáum það í okkar könnunum að 50% þeirra sem voru á örorku töldu sig geta verið á vinnumarkaði af einhverjum hluta til. 50% sögðu bara vegna sinna heilsu gáttu það ekki en hinir töldu sig geta verið svona 20 til 50% vinna, það var svona algengast og örfár voru óskuð eftir 75% vinnu. Ég er bara ekki farin að sjá það að þetta gerist, að fólk fái vinnu þó að langi til. Það sé ekki búið 20% vinna fyrir öryrkja? Nei, og ég meina, nei, ég er ekki farin að sjá það. Auðvitað er verið að tala við almennamarkaðin og það er verið að tala við opinbera markaðin og það er verið að leita leiða til þess að liðka til þannig að það sé hægt að vera sveigjanlegur og þessi atvinnumarkað að vera sveigjanlegur taki við fólki en þetta er enn svona að stóru hluta bara í orði, ekki á borði
og þetta þarf auðvitað að spila saman við þetta nýja kerfi sem að menn eru sem verið að reyna að koma á laginnar. Menn eru starfsgetumandina? Já, það nú hluta af þessu hlýtur að heita starfsgetumat ef að vera menn að tala virkni og sko mér svolítið erfitt að taka þess að umræða út frá því þegar að við erum að mæla óskir fólks sem að kemur til okkur og segir bara, ég get unnið 20, 30, 40, 50% en stundum verði ég að vera heima út af ég í kasti og stundum get ég unnið bara heilmikið og fólk þráir að vera einhvers þar innan annað fólk þannig að það er erfitt að taka umræðina þetta út frá einhverju starfsgetumati þegar maður heyrir óskir fólks en leiðir maður náttúrulega hefur maður varan á sér gagnvart í hvað er verið að bjóða fólki upp á hvað þarf það að gera því að það má aldrei ekki gleyma því að þetta eru þetta fólk sem að og þessu hópur er með örorkumat og það er ekki út af engu Áttu við að það sé ekki boði vinna fyrir fólk sko, þessi sveigjanleiki sem að fólk er á að halda? Nei, hann vantar á stórum hluta vantar hann þó. En svo færða mat að það geti unnið en það fær ekki vinnu? Já, og það þarf að svara því hvernig það er að koma saman og hvernig því verður mætt. Ég held að stjórnvöld eða það sem að verður að skoða þessi mál séu algjörlega meðvituð þetta að þetta þarf að vera í lagi. Ef fólk fara ekki vinnu að þá verður að hafa þetta öryggisnet sem að menn tala nú mikið almannatryggingar sem öryggisnet og mér hefur fundist að vera ansið mikið slaki í því öryggisnetið því hann verðist nú frekar svona ekki ná að hefa fólk nógu vel upp og það lifir ekki mannsamandi lífi og þetta er ekki réttlast kerfi og fólk líður ekki vel þarna þannig að ég held að það þurfa að gera ýmislegt til þess að lagfæra þetta en fyrst og fremst þarf fólk að geta náttúrulega dreigið fram lífið og lifa af framfærslunni. Það hefur verið markmið stjórnvalda að breyta kerfinu og taka upp það sem að var á tímabili allavega að kalla starfsgetumat. Heldur það verði á næstunni? Það er talað að breyta, það er verið að vinna í því núna, það á að leggja fram frumvarp núna sennilega á haustugum þar sem er verið að tala einfaldara, skýrara, betra kerfi sem er gagnsara og svara betur þörfum nútímans og samfélagsins. Og þið eru hluti af þessari vinnu? Já, við erum hluti af þessari vinnu svona og höfum verið að leggja inn það sem hefur verið okkar áhugjefni og býðum svo bara eftir að sjá hvað velst inn í þetta frumvarp. Þurfum Rappa, takk fyrir að koma hingað tala við okkur kjör öryrkja í dýrtíðinni. Já, sem eru ömurleg. Herðu, við snúum okkur núna frá öryrkjum að öðrum hóp sem eru leigjendur. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna, kemur hér eftir augnablik.
Já, það eru leigjendur. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Neytendasamtakanna, velkomin. Hérna við spjöllum baráttu leigjenda hér heima og erlendis og farið yfir ýmislegt. Ég veit ekki hvar við höfum að byrja núna. Já, það er bara margt að frétta af hagsmunum baráttu leigjenda. Þetta er náttúrulega svolítið málefni sem að brennur heitt á mörgum samfélögum og bæði vestanhafs og í Evrópu. Þetta er svona sem að ratin í... Þetta er stór hluti að bara hagsmunabaráttu og lífskjarabaráttu almennings. Já, bara umræðin bara dýrtíðina. Þetta snýst rosalega oft leigumarkaðan og það er til dæmis í Stóra Bretlandi sem að aðstæður eru bara mjög erfiðar og það eru erfiður húsnæðismarkaðan þar og þetta er náttúrulega að vissu leitu til afleiðing af svona afregluvæðingu 9. áratugarins, hvernig ástandi á húsnæðismarkaði og ég hef einmitt verið að reka mig á í mörgum þessum greinum sem ég verið að lesa og skýrslum sem ég verið að lesa að það verið að vísa til svona afregluvæðingar í lok 9. áratugarins sem ástæði fyrir hvernig staðan er húsnæðismarkaði en það er þó verið að bregðast við og það eru bæði opinberir aðilar og stofnanir og sjóðir. Í Bretlandi er mikil hefð fyrir sjóðum sem hafa mikil áhrif á samfélagsumræðuna og eru þáttakandi jafnvel bara í svona velferðarkerfinu þar þó að það veikt sé. En það er til dæmis, ef við byrjum bara í Bretlandi, þá voru núna á síðasta föstudag voru samkeppnisyfirvöld í Bretlandi að tilkynna það að þeir ætla að hefja rannsókn á samningsstöðu leigjenda og stöðu þeirra sem neytenda vegna þess hversu hallar á þá á frjálsum leigumarkaði. Þar taka þeir til einmitt þessi staða leigjenda þegar að semja leiguverð og vegna hversu mikill húsnæðisskortur er og þetta er talið í fjölmiðlum verða hugsanlega svona eitt höggið í viðbót sem að leigusalar í Bretlandi á Bretlandseyjum fá af því að núna nýlega var líka lögð niður reglugerð sem var sett á laggirnar árið 1989 af Margaret Thatcher sem að heimilaði leigusölum að segja upp húsaleigu og óforvarendis á nokkur ástæðu. En nú er búið að leggja þá reglugerð niður og þá tekum við önnur reglugerð sem heitir Section 8. Ég veit ekki hvernig það... Sem var í gildi áður eða? Sem var í gildi áður. Eitthvað á verkamannaflokknum á 8. áratunum eða? Já, ég eftir að skoða betur hvaðan hún kemur þessi reglugerð en hún inniheldur lista yfir þær ástæður sem að leigusali geta notað til þess að segja upp húsaleigu og það eru þá ástæður svo sem að ef að leigusalinn missi bara húsnæðu uppboði, leigjandi gerist segur mjög alvarlega glæpi eða hefur ekki borgað húsaleigu í marga mánuði. Mjög ríkar ástæður fyrir því að segja. Já, mjög ríkar ástæður og það er líka mælt fyrir svona nefnd eða ráði sem að leigjandi getur þá skotið ákvörðunum til og leigusalinn í rauninni getur ekki farið fram með uppsögn á leigusamningunum undir þessu Section 8 sem er núna í gildi í Englandi eftir að þessu Section 21 var lögð niður að það verður leigusalinn að fá heimild frá þessu ráði til þess að geta sagt upp leigusamningunum. Þannig að þar hefur batnað tiltölulega mikið réttarvernd fyrir leigjendur en núna eru samkeppnisyfirvöld að skoða stöðu leigjenda sem neytendur og samningsstöðu þeirra eitthvað leigusölum sem er mjög merkilegt. Samkeppnisyfirvöld á Íslandi geti gert það? Já, sjálfsögðu. Ættu samkeppnisyfirvöld að skoða þetta vegna þess að þetta er það sem að leigjendasamtökin og fleiri sem hafa verið að taka þessu umræðu hafa verið að benda á að samningsstaða leigjenda í þessu umhverfi sem við búum við er náttúrulega afleitt og leigusalar hér eins og í Bretlandi er að setja alls konar kröfur á leigjendur undir þessum kringustæðum sem eru óhóflegar og þetta er það sem að samkeppnisyfirvöld Bretlandi hafa tekið upp sitt eigið frumkvæði að skoða þetta vegna ítrekkara kvartana og fjölmiðla umræðu þessi svona óhóflegu kröfur sem að leigusalar er að setja á leigjendur. Nú Bretar eru svolítið duglegir svona við að mista okkur til að ræða hlutina og það er mikið dýnamík í umræðinu í Englandi núna, við tölum það held ég þar síðast hvernig fleiri og fleiri sveitafélög, þar sem borgarstjórnir eru að óska eftir því eða fara
fram á það við stjórnvöld að þeim verði veittar heimildi til þess að taka málinn í sína hendur og það ekki bara sveitarfélög eða sýslur og héru sem að þessu heldur, líka sjóðir og stofnanir sem eru að taka þátt í þessu samtali og einn af svona stærri samfélagssjóðum í Englandi sem að heitir Joseph Rowntree sjóðurinn. Þessi Joseph Rowntree nú frægastur fyrir að fyrir ekki Confett? Jú, fyrir Quality Street og fyrir KitKat og Smarties en hann lagði öll sína auðafi inn í þennan sjóð, það nú fjölmargir sjóður undir þessum nöfnum en þessi svona stærsti sjóðurinn núna hefur mikil áhrif á samfélagsumræðuna. Hann að fara fram á það að sveitarfélög geti að fara fram á það við stjórnvöld að sveitarfélög fái heimildi til að setja skorð við uppkaupum á fasteignamarkaði vegna þess að hann telur að samkeppnisstaða þeirra eða staða kaupenda á fasteignamarkaði, það að segja almenna kaupenda, sé slæm þegar kemur að því að svona miða við fjárfesta og braskara. Er þetta ekki okkur ástandið hérna? Það eru helst þeir sem að kaupa fasteigni til þess að leigja út sem að kaupa þess? Já, þetta það sem að sjóðurinn að benda á og þetta sé vandamálið og vill að sveitarfélög fái heimildi til þess að setja skorður, sína eigin skorður á uppkaup eignafólks á fasteignamarkaði og bendir endar á það líka í leiðinu vegna sem við erum kannski að upplifa svipaðar aðstæður og sjóðurinn að benda á í þessari sömu skýrslu sem kom út núna í síðustu viku að nú hafa breski banka verið að svona herða kröfur varðandi greiðslumat og svona takmarka aðgang almennings að lánsfé að sjóðurinn verið eins og við réttilega benda á. Það gerir líka eignafólki frekar kleift, þeir sem ekki eins háðir lántökum að sölsa undir sig frekar húsnæði og þetta held ég að muni verða raunin hér. Hér náttúrulega bara búið að ýta út af kaupendamarkaði einstaklingum með miðlungstekjur og þar fyrir neðan og hjónum með svona kannski lægri millitekjur og þar fyrir neðan. Þau bara fá ekki greiðslumat. Akkurat. Þau fá greiðslumat til þess að kaupa húsnæði sem ekki til af því að það er ekki húsnæði sem svona ódýrt. Nei, og þetta það sem að benda á. Þetta munir skekkja þá stöðu þeirra enn frekar. Og þetta náttúrulega eitthvað sem ég held að íslensk stjórnvöld þurfa að fylgjast vel með. Hverjir eru kaupendur á fasteignamarkaði undir þessum kringumstæðum? Þetta umræðan í Bretlandi sem nú undir stjórn íhaldsmanna og mjög laskað af nýfrjálsvíkjunni það land. Já. Hvernig ástandið í Bandaríkjunum svo við tölum með nýfrjálsvíkjunni? Nú Bandaríkjunum þá náttúrulega það hreint og beint bannað í 37 ríkjum í Bandaríkjunum að hið opinbera hafi eitthvað með leigumarkaðin að gera. Það að segja verðlagningu og samningsstöðu og samningsrétt. Það bara hreinlega skrifað í 37 ríkislög að það sé bara bannað. En það núna hafa bæst við 6 ríki frá því að við tölum síðast, við tölum Los Angeles og Massachusetts, nú eru komin og Arizona og Colorado og 4 önnur ríki, mann ekki hverju það en það eru 6 ríki búin að bætast í hóp þeirra ríkja sem ætla að fella þessu lögugildi. Það að segja að fella lögin og gildi þar sem að ríki eða sveitarfélög með opinberaði bannað að hlutast til leigumarkaðinn og eru á sama tíma með umræðu það að setja einhvers konar frekari regluverk á leigumarkaði til þess að koma í veg fyrir óhóflegar hækkanir á húsaleigumarkaði. Þannig að þar umræðan heldur áfram, við höfum oft talað svona upprisu leigjenda í Bandaríkjunum og hún heldur áfram, það eru alltaf fréttir af bæði leiguverkföllum og að svona aðgerðum leigjenda þar. Nú eru stundum sagt svona í sambandi við velferðarkerfi að Ísland sé svona mitt á milli Norðurlandana og þessara landa, svona Bretlands og Bandaríkjana. Þegar þú að skoða svona leigjandamálin eru við kannski fyrir verri heldur en þessi 2 lönd, Bretland og Bandaríkjana? Já, skýrslur OECD sýna að við erum miklu frekar lík Bretlandi heldur en okkur tíman Norðurlandaþjóðunum í þessum svona lista yfir regluverk og leigumarkaði þá voru allar hina Norðurlandaþjóðunar í svona efsta fjórðungnum meðan við vorum í lægstu 10. Þannig að við erum miklu líkar í Bretlandi og Bandaríkjunum að þessu leitin til með regluverk og vernd fyrir leigjendur en þrátt fyrir það þá dýnamísku umræða stöðu leigjenda
á meðal stjórnmálamanna og hjá blaðamönnum og sjóðum og svona þeir sem eru fyrirferðarmiklir í samfélagsumræðinu í Bretlandi, þá umræðum leigjendur mjög hávær. Hún það ekki hér. Það bara þú, eða ekki? Já, það eru náttúrulega ekki bara ég, það eru fleiri sem eru að ræða Jó, hafa nú komið einhverju þingmenn, hafa nú tekið Já, og svo hafa verkalýðsforingjar bæði hjá Eflingu og hérna hjá ofan Akranesi og Vaffer og fleiri sem hafa verið svona nefna leigjendur. En fyrir til Evrópu, meginlandsins, Þýskaland? Já, þýsku leigjendasamtökin svolítið áhugavert að því að við höfum verið að ræða hérna vísitölutengingu húsaleigusamninga. Þýsku leigjendasamtökin voru að mótmæli því þessari vísitölutengingu húsaleigusamninga sem að aukast í Þýskalandi og það bent á það að ef að framfer sem horfir að þá mun þetta vera risastórt vandamál í Þýskalandi vegna þess að fleiri og fleiri leigufélög þeir tala svona hvað heitir þetta, exponential hækkun eða svona stór aukin hlutfallslega hækkun á aukningu í vísitölutengdum húsaleigusamningum. Þeir eru þó ekki nema 2,2% af öllum húsaleigusamningum í Þýskalandi. Ennþá. Hvað er Íslandi því? 100%? Já, ætla sé ekki nála því. En þeir eru orðnir 2,2% í Þýskalandi. Og þeir eru áhyggjur? Já, þeir hafa mikla áhyggjur. Ekki bara leigjendasamtökin heldur eru bæði stjórnmálamenn af sambandsþinginu Þýska og í svona ýmsu svæða hafa verið að tjá sig að þetta sé hættulegt og þýsku leigjendasamtökin vil hérna bara banna þessa vísitölutengingu leigusamninga. En vel að merkja, þá eru þið vísitölutengdir einungis einu svona ári. En þrátt fyrir að þeir séu bara orðnir 2,2% öllum samningum og séu bara vísitölutengdir einu svona ári, þá hafa þýsk stjórnvöld farið fram með umræðum að þetta þurfi að leiðrétta og þýsku leigjendasamtökin vilja banna þetta. Þannig að 93% allra leigjenda í Þýskalandi eru með svona staðlaða svona almenna samninga. Það skiptir íslenska leigjendur svolítið miklu máli ef að vísitöluhækkunum kemur bara einu svona ári, 10% verðbólgu, 250 skall leiga, sem lágleiga í dag, að þá geti þetta munað svona 150 skalli. Já, ári, áskundl, já. Þetta eru svona Það munar þetta? Já, munar þetta þegar Er enginn að gera þetta mánaðarlega eins og Íslendingar? Ég hef ekki rekist á það. Ég get ekki fullert það sé hugsanlega kannski eitthvað ríki í öðrum heimsálfum eins og í Miðausturlöndum, Afríku eða Asíu. Þetta ekki Ástralíu, þetta ekki Eyjaálfu, Bandaríkjunum, hugsanlega eitthvað staðar í Suður-Ameríku. Ég veit ekki, oft tala að Argentína sé eitthvað svona svipað og Ísland með verðtryggð samninga. Nú það hefur enda komið svo á daginn að það eru getur verið að sé framkvæmd á vísitölutengingu húsaleigusamningu á Íslandi sé reynilega ólögleg vegna þess að í lögum verðtryggingu mega engir samningar sem eru styttri en til 3 ára þeir mega ekki vera verðtryggðir og þetta svona einn form. Það er húsaleigusamningar til að vera til lengri tíma en 3 ára ef þeir eru verið vísitölutryggðir. Já, það er allavega í þessum lögum verðtryggingar þá þurfa svona kaupsamningar eða svona samningar, verðtryggðarsamningar að vera til lengri 3 ára. Öðrum kosti mega ekki vera verðtryggður og vísitölutenging náttúrulega eitt form af verðtryggingu eða bara verðtrygging. Þannig við þurfum að skoða þetta betur hvort það hreinlega að allir leigusamningar sem eru til styttri en 3 ára, hugsanlega vísitölutenging á þeim bara ólögleg. Og þetta ætlum við að skoða nánar. Nú Má ég fara með til Ástralíu? Þú nefndir Ástralíu. Já, Ástralía, það er merkilegt vegna þess að ég hef sagt frá því hérna áður að eftir að koma út skýrsla og rannsókn og erindi frá Kristíni Whitehead sem prófessor í London School of Economics og hefur verið að rannsaka húsnæðismarkaði í Evrópu og Vestanhafs undanfarið svona 20-30 ár að hún kom fram með niðurstöður sína rannsóknar núna í Barcelona í haust þar sem hún nefndi að svona annar og þriðju kynslóða regluverk á leigumarkaði og það væri engar vísbendingar að þessar konar reglusett hefði áhrif eða letjandi áhrif á fjárfesta á fasteignamarkaði. Það sem það gerði hins vegar var að það fækkaði þessu svokölluðum bröskurum eða speculators. Nú er að koma fram önnur rannsókn frá ekki bara skóla í Ástralíu heldur
heitir Australian Housing and Urban Development Research Institute. Þetta sem sagt bara þjóðarstofnun Ástrala sem er búin að vera að rannsaka þetta alveg aftur til Svona eins og Mannvirkjastofnun Ástrala. Já, þetta ég veit ekki hvort þetta svona ígildi þeirra, þetta svona frekar rannsóknarstofnun sem að skoða bara hreyfingar í skipulagsmálum og húsnæðismálum og hefur verið að rannsaka alveg aftur til 2008 þegar að fyrsta svona alveg reglusetti var sett á ástralska leigumarkað svo hefur verið að setja einu svona síðar, þetta svona 2 reglusett sem eru að rannsaka á 2008 og 2015 og hvaða áhrif það hefur haft á mismöndið tegundir fjárfesta og hvort það hefur haft áhrif á þeim fækki fjárfestum og hvort að þeir fjárfestar sem eru fyrir þá hverfa af markaði. Nú við fyrra reglusettið hafði þetta engin áhrif, það hefði engin áhrif á hvort að fyrirtæki og fjárfestar voru fjárfestar á húsnæðismarkaði. Við seinna reglusettið 2015 voru engin áhrif í það áttina að það voru ekki nokkur sem var vel að merkja, það reglusett var miklu strángara, það er að segja reglusettir sem kom fyrir 2018 það hafði ýmiss konar reglu varðandi vernd fyrir leigjendur og sérstaklega varðandi leiguverð, það var sett í reglu alls konar takmarkar á hækkun, það er að segja að það var hækkun var frjáls en það var mjög erfitt fyrir leigusalinn að hækka, það þurfti að fara í gegnum ákveðu ferli og leigu upphæðin hún gæti ekki hækka nema þá einu svona ári og það tók það 12. Sýna fram á að það væri byggt á einhverjum raunverulegri kostnaðar auka hjá honum sjálfum og slíku. Já, þar á meðal og líka það, hún tók heldur ekki strax gildi og það er þetta tilkynna eftir ákveðnu leiðum og hún tók svo gildi miklu mun seinna og svo var þetta að gera þetta bara einu svona ári. En 2015 þá komu frekari reglur og var að setja á svona nefnd, eða svona tribúnal, þar sem að leigjandinn gat sem sagt hafnað hækkun húsalegu og þá fór það fyrir þessa nefnd og þá þurfti leigusalinn að sína fram á hans einu aukinn kostnað eða þess að til þess að réttlæta hækkunina og þetta er þessi 2 reglusett en í niðurstöðum rannsóknarna segir bara bæði í inngangnum og í niðurstöðum rannsóknar að þetta hafði engin áhrif á framboð ekki nokkur einasta áhrif á framboð. Það sem þeir merktu í loka rannsóknartímas sem þeir binda reyndar við COVID vegna þess að þetta er á árum 2020 til loka ársins 2021 að það virðist vera að það drægi úr sem sagt nýjum fjárfestingum nýjum framkvæmdum en þeir merkja það bara við almennt það dró úr mannvirkjagerð á þessum tíma en það eru sem sagt enga vísbendingur á það að svona regluverk sem að kemur til að vernda leigjendur hafi áhrif á fjárfesta en þeir segja alveg eins og í rannsókn London School of Economics það fækkar bröskurum og það er meira pláss fyrir stofnana fjárfesta og þá sem eru þarna inni með alvöru gegnum tilgangi og það er betra fyrir þá að vera þarna inni þegar braskarinn eru farnir. Reglunar eru góða fyrir alla nema braskarina. Já, það er akkurat, það er eiginlega niðurstöðum. Engum ætti að þykja væntum en íslensk stjórnvöldum þeim þykja væntum og vilja viðhalda þeim. Já, það er bara svoleiðis. Svíþjóð, þar er nú móðir allra leigjendasamtaka sem eru þar. Já. Öflugustu leigjendasamtöku í heimi. Já, og stærstu félagsamtöku í Svíþjóð. Já. Þau eru með svona samningsrétt ekki dósipað þess að bara stjættafélag og verkalýðsfélag og þau hafa verið núna í samningu að gerð við þau semja sem sagt við hvert stórt leigufélag fyrir sig og eitt af stærstu Þú er að semja við Ölmu. Já og þeir eru núna nýlega búin að vera í samningagerð við eitt af stærstu fasteignafélagum í Svíþjóð sem er í hluta til eigu sveitafélaga og lífeyrissjóða. Þeir vildu fá að hækka húsaleguna 7,5%. Vel að merkja þá er húsalega í Svíþjóð næstu í 60-70% lægri heldur svona almennt hérna. En þetta var hækkun sem þeir vildu fá í gegn, leigufélagi 7,5%. Náðu ekki samningum og þar tók við málunum þá svona eins konar sáttasemjari
Það segja svona leigur... Ekki svona verkbann leigufélagsins, þannig að rak bara alla leigjendur heim. Nei, það verðist ekki að vera að skrifa inn í lögin eitthvað svona heimildir. En það var svolítið merkilegt, það voru lögð fram svona miðlunartillaga þar sem að kröfum leigjendasamtakana og leigufélagsins var svona að fara svona bilbeggja og þeir heimiluðu 4,5% hækkun fyrir þetta ár. En ekki 8 eða 9% verðbólga í síðuð? Jú. Það er verið að raunlækka leiguna. Já, það verið að raunlækka leiguna, þá er þetta svona 4,5%. En þarna sýnir bara hvernig leigjendasamtök geta starfað og þetta er mjög merkilegt að líka að það búið hugsa inn í þetta kerfi. Hefur það að lappa inn í Ölmu og bjóða sér að semja verð á leigu? Nei, ég held að það sé nokkuð erfitt vegna þess að núna í morgun þá fékk ég sendingu frá góðu vinnu mínu sem er á leigumarkaði. Hann er í þeirri stöðu eins og margir leigjendur að þurfa að finna sér nýtt húsnæði og er búin að vera að leita eftir íbúðum og hefur verið að fylgjast með leigumarkaðum eins og við. Að hann sendi mér skjáskott af heimasíðunni hjá Ölmu með vikumillibili þar sem að íbúð í miðborginni hafiði hækkað 110.000 krónur á milli vikna. Á einni viku? Á einni viku. Auglist hjá heimasíðu Ölmu. 110.000? 110.000 hækkun. Þetta ekki bara verið brentvilla í fyrirskiptið það? Nei, hún var búin að vera þetta inn í tölulegan tíma. Hækkað 100 skalla inn í viku? 110.000. 110.000? Hvað er þetta stóri íbúð? Hún er 105 metrar og er komin upp í, ég er með þetta hérna, hún er komin upp í, maður sjá, hérna, þetta er hérna, sko, fyrra verðið á henni var 270.000 og hún er komin upp í 380.000 krónur á mánuði. Þannig Alma er að hækka sitt verð alveg að fullu? Já, 30-40% hækkanir. Og umfram þá vísitöluhækkunina? Já, þetta eru samningshækkanir og svo eru þeim með vísitölu tryggða samningar. Það dugar þeim ekki? Nei, það dugar þeim ekki. Og ég sé hins vegar að leigufélagi Alma hefur einmitt verið að svona, ég sérstaklega tekið eftir því leigusamningar sem Alma gerir að þeir eru farin að skrifa mjög mikla svona fyrirvara við sína vísitölu tengingar. Ég held þeir áttu sig á því að hugsanlega framkvæmdina á þessu bara ólögleg. Já. Það virðist allt benda til þess að Þessu óheimilt að krefja leigjandann vísitölu? Já, þetta tekur til bæði þessara samningsregluna sem við búum við bara við það að vera inn á EES-svæðinu. Þá eru tilskipunum var Evrópusambandið varðandi samningsstöðu fólks og neytendavernd og svo náttúrulega er þetta hvergi skrifan í lögin og líka þetta að samningar til styttir en 3 ára er ekki verðdrifið, það er ekki heimilt fyrir því í lögunum. Þannig að það virðist allt benda til þess að vísitölutengdir samningar til styttir en 3 ára eru ólöglegir og ef að svo er raunin, þá er hugsanlegt bara að leigjendur eigi inni mjög mikla skaðabóta kröfur á leigusala. Ok, svo fylgjast með þessu. Þið náttu að vera að móta eitthvað svona kröfur. Við erum að skoða þetta. Við höfum verið að sækja upplýsingar frá öllum Evrópulöndum eða 38 Evrópulöndum framkvæmd á vísitölutengingu húsaleigusamninga, bæði frá svona hagstofum ríkjana og frá svona húsnæðarstofnunum, þar sem við erum að safna saman þessum upplýsingum og sjá hvernig lagarammin er í þessum mismunandi ríkjum og hvernig þetta er framkvæmt og hinga til þessu öðru sem við fengjum. Það eru gríðarlega góð þáttaka. Þessi ríki hafa verið mjög vilju til þess að senda okkur upplýsingar og við möttum að vinna úr þessu en það er ljóst bara við fyrstu svona 10 svörum sem hafa komið að framkvæmdar á Íslandi er algjörlega sér að báti. Það eru samningar opinberra starfsmanna. Hafið þið vonum að það skilja ykkur? Nei, Það er sem bara stutta samninga og lítið sem ekki neitt frá ríkinu? Já, ég hef ekki mikið verið að fylgjast með svona samningagerðinni hjá opinberri starfsmönnum. Það er enga fréttir frá því. Við byrtum eina frétt á samstöðinni þannig að séum bara eiginlega enga fréttir borist frá þessu samningu. Nei, ég syns þetta farið eitthvað hljótt fyrir og þess svona ég sá grein frá formanni BSRB núna nýlega sem var sett á netið og ég svona bara svolítið væntinga með það þegar ég sá fyrirsagnir og þessi var deilt að þarna væri nú eitthvað svona aðstæðu fólks á leigumarkaði
og húsnæðismarkað almennt, og það olli mér tölvun vonbrigðum að formaður BSRB skuli einblína á þessar gömlu aðferðir og þessar hefðbundna aðferðir við að svona aðstofa leigjendur, það að í gegnum húsnæðisbótakerfið sem hefur bara aldrei virkað og hefur eingöngu haft áhrif á húsaleigur hækkað, en það virðist vera eina svar. Styrkur til okrara. Já, þetta virðist vera eina sem að hún bendir á formaður BSRB sem einhvers konar úrræði fyrir leigjendur, það að hækka húsnæðisstuðning. Það hefur bara aldrei virkað, það hefur leitt til hækkandi húsaleigu sem bara bitnar á öllum leigjendum, ekki bara þeim sem eru að fá húsnæðisbætur og fitar efnahagsreikning leigusala, og hún hefur talað um það forsætisráðherra líka að það sé líkur á það gerist og þetta eigi ekki verið til þess. Þess mjög skríti að fulltrúi launafólks kom ekki fram með róttækar kröfur eins og að setja á leigubremsu sem ekki róttæki eðli sínu en bara eðlileg. Herðu, við erum búin að fara víð um heiminn og fjalla baráttu leigjenda. Hvað ekkert að frétta baráttu íslensku leigjenda? Jú, við íslensku samtökin hafa verið nokkuð iðin við að bæði við sóttum fund núna í síðustu viku með hagsmunasamtökum heimilana þar sem að við vorum að reifa aðstæður á leigumarkaði og sína fram á með okkar málstæðu hvernig staða leigjenda vegna þess að þrátt fyrir að kastljósi beinist að þeim sem eru að kaupa sér húsnæði og eru að lenda í töluvert miklu vandræðum og þessu náttúrulega lýst sem hryllingi fyrir þetta fólk, að þá samt sem áður til verri staður heldur en það að vera verri staður en helviti verri staður en það helviti sem lýst og við erum að benda á það að þetta kannski sá allra versti staður sem fólk á. Samtökin eru líka að reyna. Það svo? Myndur ekki óska neinum manni svo illt að vera fastur á íslensku leigumarkaði? Ég myndi ekki óska nokkrum manni það ekki nema viðkomandi sé tilbúin að láta eftir allt sitt ævistarfi í hendur á leigusala og verði svo eignalaus og á leigumarkaði á lífeyrisaldri. Ég er ekki þykir nokkuð vissum að það er ekki nokkuð maður sem óskar sér það og ég óska bara engum að vera á íslensku leigumarkaði og sérstaklega ekki börnunum mínum eða börnum annara. Ég held að margir foreldrar kvíði því að leigumarkaðurinn hann býður eftir börnunum okkar og það er bara hreint helvíti að hugsa til þess og ég mun gera allt mitt til þess að annarkvort að eins og við erum að reyna að gera, bæta leigumarkaðin og verður áhverð og verður alltaf verið að segja stjórnvöld alltaf verið að skoða þetta og íhuga þetta og kanna þetta og skoða þetta og íhuga þetta og sérðu eitthvað ávinning? Nei, ég sé ekki ávinning á þeim endanum en við höfum bara í dag þá sendum við út fyrirspurn til allra þingflokka á Alþingi þar sem við óskuðum eftir fundi hér snarasta til þess að fara yfir ákveðin atriði sem við höfum verið að safna saman. Við höfum greint þá í fjölmiðlum, haldið út í verðlagseftirliti á leigumarkaði og þar hefur ýmislegt komið í ljós sem að sýnir svo ekki verður umbilst að staðan er alveg gríðarlega alvarleg. Við erum ítrekkað að fá fréttir af því að það eru 100 til 200 einstaklingar og fjölskyldur sem sækja einhverja einastu íbúð sem kemur á leigumarkaðinn og svo í gegnum þessa yfirfyrir okkar síðustu mánuðin þá hefur við bara séð hvernig leiguverðir þróast langt umfram það sem að hinn opinbera versjá segir okkur og hefur nú okkur þótt nóg hvað hún sýnir og hvað svo vísitala sýnir. Hverju getur það valdið? Akkur er það? Að þið opinbera aðilar birti ekki raunverulegar hækkanir á leigumarkaði? Já, þeir hafa bara ekkit ég veit ekki af hverju þeir hafa bara ekki gert þetta sama og við erum að gera. Það er að segja, fara bara í svona talningu. Við gerum þetta okkur einsta degi, við bara skráum hvern einasta auglista húsaleigusamning og setjum í þar til að gagnagrunn og vinnum úr honum tölur þróun á leiguverði. En eins og við vitum öll þá er versja húsaleigu eingöngu byggð á englistum samningum sem eru minnihluta samninga og það frekar þeir sem eru hærri
Það er svo tekjuherra fólk sem hefur mögulega efni á því eða allavega lætur sig hafa það að borga herrileguna að það þinglýsir ekki samningunum. Já, þú segir bara dæmi sem að Ragnar Þór birti hérna síðustu viku þessa 375 krónu húsalegu í Tangabryggju, að til þess að geta borga 375 krónu í húsalegu og verið þá eins og í þessu tilfelli kannski með 1 barn og jafnvel 2 börn á heimili, að þetta er fjölskyldar sem þarf að vera með vel á aðra milljón í ráðstöfunartekjur og þú þarft ekki að fara upp fyrir nema 5-6 sem hjón til þess að húsalegubætina fara að skerðast. Þannig að stór hluti af leigjendum hefur bara ekkit aðgang á húsalegubætunum og þar leiðandi þinglýsir ekki samningunum og þess vegna skekkir þetta allt saman þessa gagnavinnslu. En við hefum verið að vinna þessu og við ætlum að kynna þingmönnum þetta. Það voruð að spyrja Seðlabankann, hvað þarf til að fá greiðslumat upp á 275.000, að þá þarf par að vera með samanlagt 1,5 milljón í tekjur. Já, flesti leyendur sem leiga 275.000 eru kannski með 500.000 í tekjur. Já, þetta er saman. Þannig að til þess að fá greiðslumatið, til þess að geta staðið undir 375.000 krónum við Seðlabankann, þá þarf það að vera með þessar tekjur. Þetta er veruleiki leyenda. Leyendur eru samt sem aðra. Þú mátt leigja þetta, segir Seðlabankinn. Já. En þú mátt alls ekki verja þessum penningum í að kaupa húsnæði. Nei, en þú getur farið þarna. Þú mátt borga penningana og þannig hann getur keypt húsnæði. Já. Og ef þú kemur til Íslandsbanka og segir ég ætla að kaupa þessi íbúð og ég fæ 375.000 krónur í leigu tekjur af henni, þá er það tekið inn í þitt greiðslumat. En ef þú sem leigjandi ferðin og segir ég hef verið að borga þessa upphæð í húsalegu, þeir lýst ekki á það, þeir horfa bara á eins og þessar reglur. Þetta er nefnilega, það er búið að fella niður innan svokölluðu séreignarstefnu. Hún á bara við fólk sem er á miðlungstekjum og þar fyrir ofan. Fyrir fólk sem er á miðlungstekjum og þar fyrir neðan að þá er reikin leiguleiða stefna og það er inn opinberu húsnæðisstefnu í Íslandi. Óregluvædd. Það er bara þannig. Herðu, Guðmundur, takk fyrir að koma hingað, sjáumst aftur eftir viku. Við ætlum núna að snúa okkur að öðrum hópi. Það eru hvernig er lífið hjá Palestínumönnum undir hægri sinniðustu ríkisstjórn Ísrael. María ætlar að ræða við Hjálmtý Heiðdal sem er formaður í félaginu Ísland-Palestína eftir augnablik. Já, hingað við rauðaborðið er hjá mér núna Hjálmtý Heiðdal, formaður félagsins Íslands-Palestína og höfundur bókarinnar Íslandsstræti í Jerúsalem. Velkomin Hjálmtý. Takk. Þú varst að skrifa greinina hvað býr að baki stuðningi Vesturlanda við Ísrael á Vísi núna á dögunum. Jú. Já, og það er alltaf mikið búið að vera að ganga á Vesturbakkanum undarfarið. Ísraels her, þú segir að þeir brjóti ítrekka gegn alþjóðasamningum sem að vestræn ríki hafi svona vilja haldi heiðri en einhvern veginn eru þeir bara svolítið ósnertanlegir, þeir hafa bara ástundað þessi mannréttindabrot lengi. Já, það er náttúrulega einhver skýring á því að þeir geta brotið nánast alla alþjóðasamninga sem að flesti ríki sem að eru skikkalega ríki halda í heiðri. Já. Eins og til þess Genfarsáttmálan og sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Já. Nú Ísrael allt frá stofnun þegar það er sem sagt stofnað 1948 og kemst inn í Sameinuðu þjóðarnar og skrifa upp á það á þeim tíma, upp á alla þessa samninga, að þeir hafa alla tíð komist upp með það að brjóta þá án þess að nokkur viðurlög hafi verið sérsta hálfu vestræna ríkja, getum við sagt, til lýðræðisríkja. Og ég fór nú að velta því svona fyrir mér hver gæti verið svona megin ástæðan og það náttúrulega þarf ekki lengi að grúska til þess að sjá að þetta eru peningar. Þetta eru efnaðslegir hagsmunir sem að
spila þarna stórt hlutverk og þegar að efnahagslegir hagsmunir rekast á mannréttinda hagsmunir þeirra sem að berjast fyrir mannréttindum og eitthvað að gera sem stenst ekki þessa alþjóðasamninga að þá eru peningavöldin, þau hafa lokavöldin og þá fór ég að hugsa sko, hvað það sem Ísrael hefur að bjóða þessu stjórnmálafólki í vestrænu löndum sem að tala mannréttindi og segja að alþjóðasamningar séu grundvöllur alls samstarfs en loka alltaf augunum gagnvart því þegar þeir eru að brjóta. Og þá það semst að Ísrael mjög mikilvægt í því sem við getum kallað vopnabúnað og þróun alls konar eftirlitsbúnaðar og lögreglutækja til þess að halda fólki í skefjum. Og þeir hafa þessa sérstöðu að þeir geta pröfað öll sín vopn, getur við sagt á heimavelli. Þeir hreinlega hafa Palestínu þjóðina í einangrun eða í hershöndum og þar pröfaðir vopnin sín. Þeir til dæmis þeir séu bara með tilraunastofu Já, og þeir hafa efnahagslega hagsmuni af því að ráðast á Palestínumenn og sjá hvernig þeir bregðast við og hvernig þeir hægt að meðhandla þá og hvernig þeir hægt að njósnum þá. Þeir eru að setja núna upp mjög þróað njósnakerfi á Vesturbakkanum, það sem að hver einasti Palestínumaður á endanum, konur og börn og fullorðnir verða skráð í gagnagrunn, það sem allt þá, fjölskyldu, tengslin, menntun, stjórnmálaskoðanir ef það líka á lausu. Nú síðan eru þeir líka að þróa vopn eins og til dæmis þegar þeir voru gera árás á Gaza, sérstaklega 2008-2009, þá voru þeir að pröfa nýja tegund af sprengikúlum og voru aðalega í því að skjóta í lappir á fólki og þá sprungu kúlurnar og lappirna tættust undan fólki og ég var á Gaza sem stuttu eftir þetta og ég talaði við lækna sem hafðu verið að stúdera þetta og hjálpa fólki sem hafði orðið fyrir þessu og fullt af sérstaklega ungu mönnum sem hafði haft sig frammi í mótmælunum, hafði mist fætur, jafnvel báðafætur og þeir sýndu mig myndir af þessum sárum eða hvernig fæturnir voru sprengdir undan fólki og þetta hefur bæðið þann tilgang til að segja fólki sko, að vera ekki að mótmæla og líka maður sem er orðin öryrki, hann meiri byrði á samfélaginu heldur en sá sem getur unnið og þetta er svona meðal annars tilgangurinn á bakvið þetta og þeir fara síðan allan heim á vopnasýningar og svo eru líka stórar vopnasýningar í Ísrael og þar kynna þeir nýjustu vopnin og eins og fyrirverandi varnarmálaráðherra Ísraels sagði 2001 minni mig, hann var spurður af blaðamönnum, hvernig stendur á því að ykkar vopn eru svona vinsæl? Já, þau eru svo vel, þau eru þaulreynd, það er búið að prófa þau og hann var náttúrulega að segja bara sannleikanum það, þeir bjóða engum vopn sem ekki búið að pröfa. Óglætt en sko aðra þjóðir taka þátt í þessu líka og kannski þjóðir sem eru í stríðsrekstri eða einhvers konar stríðsmangi. Sko milli Bandaríkjanna og Ísrael mjög sterk hernaðartaug, getur við sagt. Og Bandaríkjamenn bæði sem sagt látaði yfirleitt fá sín nýjustu vopni eins og þotur og annað. Og þeir senda líka lögregluminn til þess að læra taktíkina eða tæknina hjá Ísraelum og það bara sem sagt stórum stíl. Leini þjónusta Ísraels alveg löngum verið fræg fyrir. Og svo eitt sem að gerist með ísraelska vopn að það engar hömlur, það engar kvaðir ef þú ert sem sagt kemur frá einhver alræðis eða einræðisríki sem kúar alveg grimt fólkið að þá ekkert, og ert kannski í stríði við nágrannaðinn, þá eru sko allar þjóðir ég segi ekki allar, flestar þjóðir setja hömlur, hvert þeir selja vopnin, segjum bara eins og Svíjar að þeir vil ekki selja á þetta átakasvæði Ísrael hefur engar svona kvaðir það er engar hömlur og þess vegna þegar það eru vopnasýningar að þá koma fulltrúar frá alls konar ríkjum út allan heim þar sem eins og bara Myanmar þar sem mikil kúun, herinn kúar fólk hann getur keypt hvað sem frá Ísrael, hvaða vopn sem þarf ekki að sýna
fram á neitt að þetta fari að þeir sé að vinna sem sagt samkvæmt einhver mannréttindasáttmálum. Nú svolítið sérstakt ástand í Ísrael núna í bara tengslu við bara atburðina núna síðustu vikur. Það náttúrulega Netanyahu og hans hægri stjórn alveg ofbóðslega íkt núna í sinni hægri mennsku og bara fasisma. Já, það eru náttúrulega rosalegar andstæður í Ísrael. Það fólk sem trúir í að þarna sé eigi að vera lýðræði. Já. Og eins og bara lýðræðisríki með óháð dómsvald og frjálsa blaðamenn, frjálsa fjölmiðla. Og svona yfirborðinu hefur það verið þannig í Ísrael og þar eru kosningar og þar bjóða með fram. Og Netanyahu sem er búin að vera forsætisráðherra nokkuð lengi og misti síðan völdin, en hann sá sem að það alveg þráður sem að gengur í gegnum allt stjórnmálalíf í Ísrael að menn eru mjög gjarnan sakveldir eða ákærðir fyrir mútur og spillingu og það er langur listi af stjórnmálamönnum og ráðherrum og fólki sem hefur þess að farið í fangelsi eins og hann Olmert sem var forsætisráðherra og var borgarstjóri í Jerúsalem hann varð að setja af sér semst einhvern tíma vegna spillingar og eitt forsetinn ekki til alls fyrir löngu var settur af fyrir það var nú kynferðisbrotum nema það að Netanyahu hann á yfir sér dóm og spillingu og mútuþagni og það sem hann gerir núna, hann fer í bandalag við ystu hægri öflin í Ísrael sem eru oft trúarlega hreyfingar sem trúarlegar síónistika hreyfingar sem virða ekkert sem heitir lýðræði eða það eitthvað mjög fyrir þeim framandi þó þau takið þátt í þingstörfum og öðru hann gerir bandalag við þá og til þess að bjarga sjálfur sér með því að halda meirihluta og halda embætti þá hann að reyna að forðast að lenda endanum fyrir dómstól og líka hann að reyna að veikja dómskerfið og þessir ráðherrar sem hann hefur núna valið og eru fulltrúar fyrir þessa flokka sem þarna þeir eru alltaf til hægri, þeir eru kannski komnið bara út úr allir litrófi maður veit ekki hvað það skilgranna þetta er byggt á trú nema það að þannig eru komnið ráðherrar eins og þessi Smotrich sem er fjármálaráðherra hann sjálfur búin að segjast bara ég er fasisti, ég hata homma og lesbíur og ég er ekki lýðræðissinni en ég stend við orð mín, segir hann og ef þú skoðar orðinans þá náttúrulega hann alltaf að lýsa því yfir að lýðræði er ekki fyrir hann eða hann ekki lindur lýðræði og hann vil nánast afnema dómskerfi eða gera dómskerfið háð þinginu eða að þingi geti rauninni sagt bara ok, Hæstiréttur er búin að segja þetta sem náttúrulega í flestum öllum meðlegu lýðræðisríkjum hefur eitthvað gildi nei, það á að duga að bara meirihluti í þinginu segir bara nei við ætlum ekki að hlýða þessum úrskurði og síðan þarna annar sem heitir Ben Gvir sem varnarmála, nei hann öryggismálaráðherra minni mig. Hann fyrsta lagi dæmdur fyrir kynþáttaníð og hann komið þannig til valda og hann hefur líka þetta á sinni stefnuskrá að veikja dómskerfið, taka fjölmiðlana alveg úr umferð, þannig að allt svona krítísk umræða hún verði í skötulíki og þetta eru svona, og svo hægt að telja fleiri ráðherra Svika fókarleir sem tekur bara tíma að fara í gegnum alla hennar þeir eru alveg svakalegir og þeir hafa núna verið að því nú náttúrulega búið að ganga yfir alveg rosalega ofbeldsalda það voru 400 manns sem bara borgarar sem að gengu og bröndu það eru landtökufólk það eru svo kallaði settlers akkurat og þetta náttúrulega fólk sem að herinn vendar þau þó svo þau sé að ganga bæði myrðandi og brennandi að þau njóta verndar en
maður veit ekki alveg hvernig þetta nýjasta mál, það sem þú ert að minnast á, hvernig það fer vegna þess að svona gagvart heiminum, þá vill Ísrael láta líta út eins og þarna sé eitthvað fungirandi dómskerfi eitthvað í kerfi og einhver rétt mannréttindi. Hann tóku einhvern sko eftir þetta en þeir voru heldur teljandi á fingrum annar handar sko. En náttúrulega þetta Ísrael náttúrulega ríki sem byggir á apartheid, kynþátta aðskilnað og þá alltaf sem sagt einhver ráðandi hópur og einhver annar hópur sem ofsóttur og nýtur engar réttinda og þannig eru palestínumenn búandi í ríki þar sem að lögin segja allur réttur réttur gyðinga og þetta náttúrulega lítur voðalega illa út svona gagvart fólki sem að hugsa og þekkir lýðræði en samt sem áður þá eins og vorum að tala áðan þá komast þeir upp með þetta áfram og það ekki að sjá breytingar á því. Nei. Ég held að frá árinu 2005 þá hafa hvað 7% árása af hendi landtökumanna leitt til ákæru og þar af 3% til sko sakfelling eða til dóms. Þú veist, þetta alveg svakalegt. Svo ennþá einhvern veginn, ég man sko bara þegar ég krakki og að sko lesa og svona fá mínar fyrstu upplýsingar Palestínu að þá var þetta þú veist, það var mjög snemma sem maður fór að átta sig á því að það voru litli krakkar að henda steinum í Ísraelsmenn og Ísraelsmenn svöruðu fyrir með byssukúlum og þeir eru ennþá að gera þetta. Já, það rauninni veiðileyfi í gangi og það að versna vegna þess að þessi maður sem nefndi á þann þessi þarna öryggismálráðherra, þessi Ben Gvir, hann hreinlega búin að segja sko að þið hafið fullt leyfi, skjóta fyrst og þurfum ekki að spyrja og hann með tillögum það að það sem þeir kalla terrorisma sem náttúrulega varnarbarátta, örvæntingafull varnarbarátta palestínumanna að terroristar það alltaf að leiða til dauðadóms en ef að til dæmis landtökufólki framkvæma í rauninni alveg samskonar terrorisma að þá gildir ekki þessi dauðadómur, hann á algjörlega að snúa að palestínumönnum þannig að þetta náttúrulega bara sannleikurinn Ísrael, þetta apartheid velur það í sér að þarna þjóð, bara alveg eins og við getum sagt að það hafi verið á Hitlerstímanum, þú varst með þjóðverja, Arja og svo varstu með gyðinga sem nutu engra réttinda, voru ofsóttir og drepnir og þetta alltaf að þróast lengra og lengra í Ísrael í þá átt og það náttúrulega að því að síónismin sem svo hugmyndafræði sem ræður þarna, hann byggir á rasisma. Hann segir sem sagt að einn hópur hafi sérstöðu eitt flokkur sé betri umfram annan og þess vegna hafa síónistar alveg eins og nasistar þeir skilgreina gyðinga sem þjóð, sem kynþátt en ekki eins og í rauninni gyðingu þetta bara spurningum trú þetta trúflokkur en það gengur alltaf ekki upp alveg svona í praktikinni að segja að þetta sé bara trúflokkur því þá getur ekki skilgreint á með sama hætti eins og að bara kristnir menn við erum ekki með einn sérréttindi að því að við erum kristnir og það ekki í blóðun okkar en þarna það komið skilgreint að þetta sé að gyðinga blóð Svo eru þeir að núna með alls konar upp og snjall símaforriti Bláa úlfinn og þeir eru bara að skrásetja Já, það náttúrulega svona, þetta eru íslensk erðagreining í hug sko Já Grunnurinn nema þarna þetta pínlítið öðru sig þeir eru bara Þeir náttúrulega líta ekki á palestínumenn sem sko manneskjur Nei Frá blautu barnsbeini þá læra Ísraelar að þeir séu óæðri palestínumenn séu óæðri og það sem miklu auðveldar að meðhöndla þá sem bara eins og bara skepnur og þess vegna leyfaði sér að vera með allan enn eftirlitsbúnað og svipta palestínumenn allir í friðhelgi og þeir sko þróa þennan eftirlitsbúnað líka vegna þess að þetta söluvara og þeir græða
stórfé á því að selja út allan heim. Já, þetta eins og með vopnin bara. Já. Og þarna sérhafa sig og hafa þennan vettvang sem eru palestínumenn og vegna þess að þeir líti ekki á palestínumenn sem fólk sem hafi nokkur réttindi, þá geta þeir lyft sér þetta að þróa vopn og búnað sem að myndi náttúrulega, þetta væri að gerast einhvers staðar annar staðar í einhverju öðru landi, það væri tekin fyrir svona einn hluti íbúana og gerður að tilraunadýrum. Það kemur nú mögulega hljóðurhóttni. Já, einmitt. Já. En hvað getur, þú veist, er einhver svona viðleitni hjá alþjóðlega samfélaginu að skerast í leiki núna þegar þetta hefur verið að hitna núna í kólanum núna? Það er ekki komið svo langt að því að eins og við vorum að ræða áðan þeir hafa vissa friðhelgi. Já. Ísraelar, það nokk sama hvað þeir gera, þeir held áfram í Eurovision, þeir eru áfram í íþróttasamstarfinu og menningarsviðinu, það er engar... Það er ekki sömu kröfur viðskiptabann eins og var á Rússa núna? Nei, í sjálfu sér, hvort sem ef maður skoðar hvað Pútín er að gera, hann er að ræna landi og hann er að drepa fólk og hann er að lýsa því yfir að Úkraínumenn séu ekki til eða þessi einhvers konar óðera fólk. Við náttúrulega erum að horfa á þetta í beinn útsendingu. Ísrael er svona alveg á sama róli og þeir eru náttúrulega að gera í sjálfur sér sömu hlutina en vestræn lönd þau segja að Pútín hafi farið yfir strikið. Hann réðist á fólk sem vildi þróa sitt ríki til lýðræðis og vildi búa í sínu eigin landi. Hann fór yfir þetta strik og það er búið að setja svona 8-9 þúsund efnahagsþvinganir á stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga í Rússlandi af því að hann fór yfir strikið. Ísrael er náttúrulega löngu búið að fara yfir strikið en af því að það eru svo mikil hagsmunir, þeir hafa svo bæði góða áróðursmenn, þeir hafa svo mikil tengslinn í stjórnmáli elítur vestræna heimsins og þeir hafa þessi miklu tengsli við til dæmis hernaðir yfirvöld mjög víða, það eru sameiginlegar heræfingar með ýmsum löndum og þeir taka þátt í alls konar hernaðar ráðstefnum og þeir eru teknir eins og meðbræður Já, það er einhvern veginn eins og sé aldrei hort á það og staðrend að þeir séu raunverulega í stríði eða séu í innrás. Já, það var einhvern tíma sagt að Palestínumenn væri svo óheppnir að þeir væri ekki svartir. Já. Þá er verið að tala í rauninni viðbröðum við áreikistjórninni í Suður Afríku á sínu tíma. Já. Hún var það er hægt að segja annarkvort að þeir sé ekki þá svartir eða hvítir alveg. Þegar þeir eru brúnir og það er einhvern veginn. Og síðan kemur náttúrulega að þeir eru múslimar og þarna sameinast náttúrulega fordómar og bara þetta virðingarleysi við mannréttindi og að loka augunum fyrir augljósum brotum og þarna í þessu tómarúmi flýtur eða getur Ísrael haldið áfram sinni starfsemi þó svo að almenningur náttúrulega skilur ekki og eru bara hissa og oft talað það hvernig geta afkomendur fólksins sem að lendi í gyðinga ofsögnum nasista, hvernig getur þetta fólk haga sig svona. En við verum aðtöðu þetta fólk, það er að svívirða minningu þeirra sem fórust í helfurinn. Það er alveg þverögt, þeir eru ekki að halda uppi og heiðra minningu þeirra, þeir eru að svívirða minningu þeirra. Akkurát. Já, heyrðu, þetta, við munum halda áfram að fylgjast með ástandinu á Vesturbakkanum og því miður maður einhvern veginn aldrei neitt vongóður. Nei, það er ekki að sjá að það rætist úr á næstunni en ég hef nú þá trú að hvort sem að ég lifið eða ekki að eitt góðan veðurdag þá taki það sérst að falla hið illa mör falla en það er langt í land, sérstaklega bara meðan að Bandaríkin halda sinni vendarhendi yfir þessu. Það eru fyrst og fremst
þar að leita sko ástæðuna fyrir því að þeir komast svona langt og áfram með til dæmis hjá Sameinuðu þjóðunum þá beita Bandaríkjamenn alltaf neitunarvaldi þegar á að fara og Ísland því miður núna farið að stunda það að setja hjá þegar að koma fram tillögur sem til stuðnis Palestínu Íslendingar sem hefur ekki verið staðan hér. Við erum eitt að fáum, það bara Ísland og Svíþjóð af svona vestrænum ríkjum sem hafa viðurkennt ríki Palestínumanna og við vorum fyrstir til þess en síðan heldum við þeirri línu áfram en með ríkisstjórn sennilega tíð Guðlaugs Þórs sem utanríkisráðherra þá virðist þetta hafa breyst og það bara ákvæðlega slæmt að Ísland skuli sitja hjá þegar það verið að reyna að lagfæra stöðuna. Já, einmitt. Já, það alls ekki nógu gott. Herðu, við fylgjumst með þessu máli áfram og ég þakka þér kærlega fyrir komuna hingað í Rauðaborðið. Gunnar Smári verður hér á eftir að ræða við Þóról Guðnason, sóttvarnalækni COVID og lífslíkur fólks í heiminum. Já, COVID komið aftur á dagskrá, ekki bara út af heimildaþáttaröð sem að Ríkisútvarpið sýnir á sunnudagskvöldi og þeir sem hafa þrek til þess að horfa eru límdir við skjáinn, það verður passa sig að horfa ekki, eru búin að fá nóg að COVID. En það líka kom náttúrulega frétt í síðustu viku sem að kannski bara frétt þessa tíma að það kallað umframdauðsföll að það dóu 200 fleiri í fyrra og hægt að tengja það einhvern veginn COVID og svo hafa líka verið fréttir víða heim sem hafa verið bent á minnkandi lífslíkur það sést áhrifin af COVID sést í línuritum sem að sýna lífslíkur þjóðanna og bara heimsbyggðarinnar og þegar við erum að tala við COVID að það gáfulegsta sem að gera að fá Þóról Guðnason að borðinu. Þetta velkomið Þóról. Já, takk fyrir það. Ég ætla ekki að spyrja þau heimildaþáttaröðina heldur kannski þessi umframdauðsföll. Skýrðu þetta út fyrir? Já, þetta náttúrulega... það að var fólk að vanmeta áhrifin af COVID? Sko, þetta nefnilega aldrei flókin umræða og mér sýnist þegar menn að ræðum þetta, þá detta menn í svona ýmsa pitti, sko, sem að þeir losna ekki alveg út úr, sko. Þegar þetta eina aðferðin til þess að reyna að meta sko, slæm áhrif af COVID og slæmar afleiðingar af COVID. Það er þetta hversu margir dóu, hvað olli COVID mörgum dauðsföllum. Þetta er svona mjög einföld spurning en þegar menn fara að reyna að telja það þá lenda menn í vanda. Þetta var tiltölulega auðvelt í byrjun COVID þar sem að menn bara veiktust mjög alvarlega og bara annarkvort lifðir eða þú dóst og það var mjög auðvelt að telja þetta saman. En þegar fór að líða á og bólusetningi kom til sögunar og menn urðu ekki almennt séð ekki eins veikir að þá fór að vera erfiðar að telja þetta. Fólk sem var kannski með ýmsa undirliggjandi sjúkdóma og hafði fengið COVID fyrir 1-2 vikum síðan og náði sér ekki almennilega og fekk svo eitthvað aðra pest og þá fórum menn að telja það eins og við gerum hér á dánarvottorðum að dánarvottor eru gefið þannig út að það er ein aðal orsök fyrir dauðanum, fyrir andlátinu og svo eru svona 3 aðrar sem að geta hafa skipt máli og COVID fór að koma þar inn og hvernig það byrju hvaða þátt COVID átt í andlátunum. Þannig að menn í vandræði með þetta og svo þegar menn fór að bera saman á milli landa þá var þetta öðruvísi gert í öðrum löndum og dánarvottorðin ekki eins áræðanlega og þá fórum menn líka lendi í vanda. Þannig að það var nokkuð ljóst bara fljótlega það sem að sennilega gæfi bestu myndina af alvarlegum afleiðingum af COVID var að tala um þessu umframdauðsföll. Það er að segja dóu fleiri á einhverjum ákveðnum tímapunkti eða tímabili heldur en búast hefði mátt við. Það er svona sennilega besta aðferðin til að meta þetta en samt er hún ekki svo auðveld vegna þess að við hvað á þá að miða og það sem við höfum gert til dæmis hér er að maður getur sagt sko dóu óvenjulega margir árið 2020 eða 2021 miða við árin á undan eða miða við það sem búast hefði mátt við
og þá fara menn líka að lendi í vandabítu hvernig á að telja það, og vegna þess að þegar menn er að telja vikulegan fjölda dauðsfalla eða mánaðarlegan fjölda dauðsfalla og maður fer að skoða kannski 10 ár eða 8 ár fyrir COVID þá er bara mjög mikill breytileiki á milli sko ára, janúar mánuður hleypur upp og niður á milli ára en það sem menn hafa gert er að þeir taka meðaltal og telja svo áfram eftir að COVID byrjaði og sjá býttu eru við fyrir ofan að neðan meðaltalið og þá sýnist mér líka menn falla í svolítið pitt vegna þess að þá eru menn ekki að taka tillit til þessara sveiflna, eðlilegu sveiflna sem eru á milli ára jafnvel sama mánuði og þannig að þetta svolítið vandaverk, það komið núna mjög góð vefsíða á embætti landlæknis sem að sýnir þetta svolítið vel hvernig í pottinu búið og því að það þarf að taka tillit til þess að breytileika sem eru á milli mánaða á milli ára til þess að virkilega fá góðan botn í þetta. En er ekki niðurstaðan svo að það voru ekki umfram dauðsföll 2020 og ekki 2021 en svo 2022 að þá er hægt að sjá einhverja kúfa það er hægt að sem að erfitt er að benda á ástöður annað en að benda á COVID. Já, það er alveg hárrétt og hérna bæði sóttvarnalæknir og landlæknir hafa verið að benda á þetta og mér finnst þeir hafa skipt þetta bara ansi vel út. Sko, það voru þarna nokkri mánuðir ef við tökum sko meðaltalið fyrir COVID og ég tók þetta saman áður en ég hætti og fylgdist vel með þessu. Ef við tökum saman sko meðaltal sko árana og hverju mánuði fyrir sig í kannski 8 ár fyrir COVID og tókum tillit til þessa breytileika sem var á milli ára. Það er að segja þetta öryggisspil sem að 95% og allt sem er innan öryggisspilsins getur maður sagt og það er gert með ákveðum tölfræðilegum aðferðum og allt sem er innan öryggisspilsins að það er svona tilherir eðlilegum sveiflum á milli ára. Það gætu gert það. Þetta er svona þessi tölfræðilega túlkun á breytileika. Það er lítið frávik til þess að þetta fara að draga ykkur ályktanir af því. Já, sko, þú ert með ákveðin frávik og þú ert með ákveðin og þess vegna gerur þessu öryggisspil. Segir, sko, ég er 95% öruggur að frávikin geti svona eðlileg frávik er innan þessa bils og ef að þú gerir það og eins og við gerðum þá kom því ljós að það voru þarna nokkri mánuðir bæði 2020 og 2021 það sem að voru óeðlilega fá dauðsföll sko miðað við þessi ára undan voru fyrir utan þetta öryggisspil og hvernig kann staðið á því? Jú, það held ég að hafi verið nokkuð augljóst að það var út af þessum aðgerðum það voru fáar sýkingar almennt séð í samfélaginu þannig að það náðist að venda eitt sérstaklega eldra fólki mjög vel en svo gerist það bara að þegar þú ert með óvenjulega fá dauðsföll 2 ár að það kemur á skuldadögum einhvern tímann að þannig að þeir sem að sluppu þá og sérstaklega eldra fólki það kemur að því að það deyr þá seinna og þá kemur óeðlilegu kúfur eða maður getur búist við þessi óeðlilegan kúf þegar að því kemur. Nú að það var náttúrulega augljóst í fyrra þegar öllu var aflétt þarna í lok febrúar að þá fengum við alveg gríðarlegu útbreiðslu og jafnvel þó að almennt sé væri líkur á alvarlegum afleiðingum af COVID minni þá bæði út af bólusetningum og svo voru komin svona vægari afbrigði af veirunni að þá dugaði það til þess og nægði að það voru margir sem veiktust alvarlega, sérstaklega eldra fólk og Fjöldin var svo mikill. Fjöldin var bara svo rosalega mikill og þetta var það sem að ég benti á til mér í þessum frægu minnisblöðum sem ég sendi 2 minnisblöð í febrúar það sem að ég var ekki að sko, þá voru menn farin að tala aflétt öllu og ég lagði það var með 3 sviðsmyndi fyrir stjórnvöld sagði bara ef þið herðið þá eru líkur að við getum haldið þessi aðeins meiri skefjum ef við erum óbreytt þá verður þetta aðeins skárra ef við sleppum þessu lausu þá er mjög líklegt að við fáum mikla útbreiðslu og einhverja alveglegar afleiðingar og mér sýnist það hafa gerst Þarna varst þú hættur að leggja til svona eina línu og þá var það byrjar að taka tilliti til þess hvað var eiginlega mögulegt að fá í gegn hvað samfélagi þoldi þannig var komið mikil andstaða við áframhaldandi sóttvörnum Já, það var nú kannski, það var nú líka þurfti að vikta saman raunverulega þarna þurfti pólitíkin að taka ákvarðanir Já, það sem ég gerði vegna þess að þetta var náttúrulega orðið svolítið svona
umræðan var orðið svolítið svona stíf og erfið og þannig að ég sá að, og þetta náttúrulega, og sko voru náttúrulega stjórnvald sem réði þessu, það að segja ríkisstjórnin, sóttvarnalæknir tilheyri víst stjórnvaldum líka, en það ríkisstjórnin sem ræður þessu og ráðherrar réði þessu og þessum tímabúndi þegar ég sá fram á það að þetta yrði sko mjög erfið umræða að leggja til harðar aðgerðir þá í febrúar fyrir árið síðan og þannig að mér fannst réttast að leggja fram 3 sviðsmyndir sem og rökstyða hvað myndi gerast í kjölfarið og hverju þeirra og þannig að menn höfðu þarna val að gera. Og það gekk eftir það sem afleiðingar þessum betur á. Mér sýndist það. En fréttinnar í síðustu viku voru það að umframdauðsföllin væru alltaf 200 og þá mætti ætla, minni með að fréttinnar hafi sagt, að hefðu alltaf 400 manns dáið úr COVID í fyrra. Af hverju er þetta óljóst? Því að þú lýstir þarna hvernig dánavottur eru skrifuð. Já. Hvernig getur maður dáið úr COVID á þess að það komi fram á dánavottur? Nei, það kemur á dánavottur en það kemur bara ekki sem aðal orsök, það kemur bara sem meðvirkandi þáttur og skilgreiningin svo að viðkomandi hafi fengið COVID á síðastlinnum, ég man ekki nákvæmlega hver tímarammin hvort það 2 vikur eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það getur verið mjög erfitt að segja hversu stóran þátt átti COVID í þessu andláti. Og þá er að tala að þú hafi fengið COVID, þú ert truflað með COVID, það ekki þá sért búin að fá COVID að sé einhvern veginn að mæla það í þér, þetta að þú ert bara með veikina. Nei, ekki endilega, þú kannski fékkst COVID fyrir 2 vikum síðan og varst bara slappur og mögulegur og svo fékkst eitthvað annað onni það og þá myndi með segja sko og lést og þú deyrð sko eða viðkomandi deyr að þá er COVID, kemur það fram á hérna dánavottur sem meðvirkandi sjúkdómur. En þegar þú sér eitthvað svona kúfar sem að koma á sama tíma í þessum umframdauðsföllum, á sama tíma og eru svona bylgjur að ganga yfir, er það tilefni til þess að endurmeta að kannski var COVID stærri hluti af ástæðum þess að maðurinn dó eða fólkið? Heldur en var talið? Gefur þetta tilefni til þess að endurmeta alvarleika COVID svona aftur á bak? Jú, ég held að sko menn eigi eftir að gera þetta upp og skoða þetta og komast að einhverju svona samkomulagi hvernig ná að telja þetta og ég held að sé allir sammála það að alvarlegar afleiðingar af COVID eru miklu meiri heldur en þess að 7 milljónir manna sem að talið hafa látist af völdum COVID. Ég held að sé allir sammála það að talan hærri. Við vitum ekki hvort hún hærri hér einfallega vegna þess að það búið að testa svo rosalega margir prófaðir en í mörgum löndum var þetta ekki prófað mikið og þá eru fleiri sem hafa raunverulega látist. Þannig ég sammála því að ég held að sko alvarlegar afleiðingar af COVID eru meiri heldur en við vitum og má ætla svona almennu umræðu. Já, ég held það og líka svo gleyma menn líka að tala sko þó menn hafi ekki dáið, það er þessi long COVID, þessi langvarandi áhrif af COVID sem eru bara miklu meiri heldur en við aðra sýkingar sem við höfum séð og það er það sem að menn eru að berjast við líka eins og sem kom fram í umræðinu hér að alltaf 10% að þeir sem hafa fengið COVID geta átt við langvarandi eftirstöður að stríða eftir COVID og það er líka mjög alvarlegara afleiðingar af fólk sem var kannski full í fjöri og bara sko mánuðum og árum saman sko frá vinnu og getur alltaf hreyft sig. Þannig að miðað við dauðsföllin að þá getur við sagt að öllum líkitum þá hefur COVID verið alvarlegra heldur en svona almenntir talið, ég meina þú náttúrulega ert inn í einhverju svona umræðu lækna, þannig að ég er bara að vísa í svona eins og samfélagið tók þess og einhverju leiti tók samfélagið svo líka bara að við bara meikum þetta ekki lengur þess að sótvarnir, nú ætlum við bara að lifa með COVID og bara setja okkur við það en í því er náttúrulega ákvörðum að maður líka einhverju er bara að deyja með COVID það er þannig að alvarlegin er meiri og svo líka erum við kannski komið mjög skammt til þess að geta eiginlega metið þessar langvarandi afleiðingar það að hafa veikst. Já, við möttum að sjá það betur og ég held að sko vegna þess að því að við erum að skoða þessu umframdauðsföll, að segja þess fjöldan sem er meiri heldur en búist að var við á síðasta ári að þá hérna held ég að menn sé nú að sjá það að dauðsföllin í fyrra hafa verið sko fleiri heldur en menn heldu. Ég held að þau ekki verið fleiri til dæmis 2020 og 2021 vegna þess að það var bara svona miklu, það var alveg skýrt og skorunar hverjir raunverulega dóur COVID þá tilfelli voru ekki svona mörg í samfélaginu þá líka.
Þannig þetta er svolítið öðruvísi og það er líka mjög áhugavert að skoða til dæmis alþjóðlega stofnanir hafa verið að skoða umfram dauðsföll og lífslíkur á tímum COVID. Mjög góð vefsíða World in Data til dæmis. Það sem þeir taka saman. Við vorum að birta gröf, við erum með fréttasíðu samstöðin.is og vorum að birta gröf úr þessu og þau eru það er sjokkar að sjá þetta. Já, sko, og þá sér maður líka að sko, þau eru að taka gögn frá eins og The Economist birta þetta, alþjóða heilbrigðismálastofnun birtir og svo eru þau sjálfur með þetta, þannig taka þetta víða að þetta er ekki eitthvað svona einsleitt sem þeir eru að gera þetta og þá sér maður líka að þetta er svolítið mismunandi og breytilegt milli landa já, bæði milli landa og líka eftir því hver er að taka þetta saman vegna sem, og það sem að þeir gera að því að við vorum að tala aðferðafræðina og þetta er ekki svo auðvelt að þeir búa til svona líkan sem að skoðar fjölda dauðsfalla aftur í tíman og taka tillit til sveifluna þannig þeir eru ekki bara að taka beint meðaldal, þeir eru taka tillit til sveifluna milli ára og birta þannig líkur á fjölda dauðsfalla til dæmis á Íslandi, hvað hefði mátt búast við. Það sem að þessi sem ég veit ekki nákvæmlega hvort að þau gera, það er það sem að þessi líkun hefði þurft að taka tillit til, það er ef að það hefði fáir dáið umfram dauðsföll hafa verið færri ég veit ekki hvort þau gera það ekki en þau hefur til dæmis eins og Íslandi það sem að færri dói 2020 og 2021 býtu hvernig kemur það inn í útreikningana með fjölda dauðsfalla hefði mátt búast við bara af þeim völdum sko fjölgun á dauðsföllum en ég er ekki viss hvort ég gera það ekki en það er mjög áhugavert að skoða þetta og þá kemur það bara í ljós við skoðum þetta umfram dauðsföllin og líka lífslíkur að því að það var birt í grein núna í lok síðasta árs í Nature. Já. Við vitnum líka í hana og það er graf sem sýnir Norðurlöndin eru neðst nema ekki við. Já, Normenn eru neðstir sko. Já, og það er jökus lífslíkur eina landi. Já, eina landi, það er rétt og Ísland minnkaði lífslíkur fyrst en svo var farið að snúast verulega við hvort það breytist svo núna þegar mann gerir 2023 og það er spurning. En það sýnir bara allstaðar annar staðar og OECD til dæmis hefur tekið þetta saman líka skoða þetta mjög fín úttekt af þeim að þar eru Íslendingar sko hafa verið fram að þessu sko með lægstu þjóðum af þeim öllum sem hafa tekið það saman. Ég var að því að hvernig fólk til þess að fara þannig inn í Our World in Data þetta er svo forvitilegt og þetta er bara svo vel framsett líka já, mjög vel og ég fór og skoðaði og tók svona þú manst eftir því svona snemma inn í COVID þá var að tala svona ólíka afstöðu svona strongmenn eins og Trump og Bolsonaro og Moody í Indlandi og tók saman þau lönd og Rússland og þá var áhrif COVID á lífslíkur í þessu löndum voru sko stórkostlegar það sem að voru að missa bara 2,5 ár í þessu. Já, algjörlega og maður sér ekkert, maður þarf að fara aftur í hungursnöðunar í Kína í kringu 1960 til þess að finna annað eins högg í sko lífslíkum í heiminum. Já, og meira sé sko eins og menn er kannski að tala um Kína og mörg af þessu löndum þar eru sko gögnin ekki alveg áræðanleg þannig eins og alltaf í Kína raunverulega mjög erfitt að reikna þetta út og hvað raunverulega gerðist þar og hvað gerðist núna til dæmis, það er ekki talað um það í fréttum núna, hvað er að gerast í Kína til dæmis, þetta er opnuðu það sem var hérna á tímabili mjög mikil fjölgun og lítil útbreyðsla eða þáttaka í bólusetningum tiltölulega þannig að það er lítið fjallað það, ég legg ekki um það núna. Já. Þannig en þessar tölur sem er lífslíkur og það náttúrulega næri ekki 2022 er ekki komið inn en maður á þessum gröfum að þá er þetta að sjá mikil áhrif bara í heiminum öllum, í öllum þegar það er svona þetta skoða líka svona flokkaríkja, velstæðlönd og millistæð og það er allstaðar að sama, þannig það er ekki það er eitthvað aðeins mismunandi en allstaðar að sama. Er þetta ekki líka önnur svona ábendingum það að COVID er miklu alvarlegri atburður heldur en svona, svo ég vitna aftur svona, að ætla svona almennri umræðu sem er svolítið þannig eins og það sé að baki? Já, jú, það er sko mjög áhugavert hefur verið áhugavert að fylgjast með svona almennri umræðu COVID og að því að þú talaðir áðan frá þreytu, ég held að það sé alveg hárrétt og ég held að það sé almennt sé mjög mikið þreyta fyrir svona hörmungum
og það allt annað sko tala hörmungar sem gerist eitthvað, það verður eldgos eða jarðskjálfti eða eitthvað og það deyja svona margir og það lifir svona meira en í svona hörmungum, þetta gerðist líka í spönsku veikinni 1918 til dæmis, það var bara nánast ekki talað þetta nema bara fyrst og eftir og svo bara hættum að ræða þetta, bara vildi ekki tala þetta og ég finna núna vegna þess að ég í svona svolítið vegferð að tala þetta, COVID, að reyna að segja, mjög ekki gleyma COVID, sko, því að við þurfum að gera þetta upp þetta COVID, við þurfum að læra hvað gerðum við vel og hvað gerðum við ekki eins vel og ég reyna að gera það á svona yfirvegaðan máta, ekki vera að fara að reyna að skjóta menn og þú sagði þetta og þú gerði þetta og þetta var alveg ömurlegt, eitthvað svona, reyna að gera það á yfirvegaðan máta og þannig við getum lært af því og nýtt okkur það þegar næsti faraldur kemur, því að hann kemur og hvenær hann kemur hann og af hvaða völdum verður hann, það svo sem ekki vita en hann mun koma En nú COVID innan, það ekki farið Nei, COVID það var ekki búin að fá leið, það bara COVID ekki búin að fá leið, það hérna ennþá Er ekki líka eitthvað getur verið að við þurfum að breyta einhverju sko varalega Já, við þurfum einhvern veginn að hugsa það sko, þetta úthald sérstaklega, við þurfum að hugsa hvernig getum við tryggt sko betra úthald hjá fólki, ég var nú samt að segja það að úthald hjá íslensku þjóðinu var bara svakalega fínt sko og það er varla hægt að ætlast til þess að fólk geti lifað sko í einhverja miklar takmarkanir í 2-3 ár, ég meina það er mjög erfitt að hugsa sér það þannig að en það þarf einhvern veginn að koma þeirri hugsunin að þegar að svona laga gerist að þá gætu við þurft að búa við einhverja skerðingar í einhver tíma, langan tíma og ég minna það í byrjun þegar þessi COVID faraldur byrjaði þá vissi svo sem enginn hvað þetta myndi standa lengi og þá fór maður að miða við sko hvernig þessi faraldrar hafi yfirleitt verið eins og heimsfaraldur inflúensu sem gengur yfir á einhverjum mánuðum og þá er það búið og árlega inflúensa gengur yfir á 2 mánuðum og ef þetta hefði gengið bara svona fengið að ganga bara yfir samfélagið þá hélt maður að þetta myndi taka kannski svona einhverja mánuði, hálft ár kannski en með því að tempra þetta og reyna og hérna beygja kurvuna niður að þá myndi þetta taka lengri tíma en 3 ár held ég enginn hafi vitað og þetta er eitthvað sem við þurfum að sko koma inn og segja býtu hvernig getum við fengið fólk til þess að sætta sig við það að það þarf að ef við fáum einhvern veginn svona alvarlega faraldur sem er hérna bæði að fólk er að deyja og fólk fær alvarlegar afleiðingar hvernig ætlum við að reyna að halda fólki við efnið í 2-3 ár það er verkefni framtíðarinnar og sérstaklega þá erum við að hugsa sko Þú ert að hugsa næsta faraldur Ég er að hugsa næsta faraldur En ég er að reyna að spyrja um COVID sem er núna það er eina fréttin sem kom, held ég að mörgu koma óvart sem að var að 13 höfðu dáið úr COVID í janúar Fólki fannst það að vera bara, ég held þetta að vera búið. Já, ég veit að fólk heldur þetta sé bara búið, en þó vita allir, þegar þú hittir einhvern út í bæ og sett, ég fekk COVID hérna fyrir 2 vikum, sko, og það var nú í annað skiptið eða fyrsta skiptið eða eitthvað. Þannig fólk veit að COVID er í gangi, en COVID er bara miklu vægari sjúkdómar almennt séð núna heldur en það var, og það er þrennt sem kemur til þar. Það er í fyrsta lagi bólusetningin. Ég held að það er engin spurning um það að allar svona ábyrgar og góða rannsóknir sem það er gert á áhrifum bóluefnanna gegn COVID sína það að bóluefnin eru mjög góð til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar. Þau eru ekki eins góð til að koma í veg fyrir smitt eða sýkingu og það eru vonbrigði með bóluefni. Svo í annan stað að eftir út búin að fá COVID að þá getur fengið COVID aftur en færið það vægar en áður öllu jöfnu. Og hérna þannig að þetta er eitthvað sem er takmarkjurinn að vera að reyna að halda faraldurinn með skefjum með að vera að finna einhverja góð ráð, einhverja góða lækningu, gott bólefni til þess að milda eftirkostin. Og það hefur líka verið sýnt til dæmis fram á það að þessi long COVID eða langtíma afleiðinga COVID sem að kannski 10-15% af fólki getur fengið að þau eru miklu sjaldgæfari hjá bólusettum heldur en óbólusettum. Sjáum líka til dæmis að þú tala við lækna á Landspítalanum sem er að fást við þessa sjúklinga og er að annast á allt annað að annast þetta fólk sem er bólusett heldur en óbólusett. Það er allt annað sjúkdómur í raun og veru. Ég var hérna hjá mér við rauðaborðið í síðustu viku Haukur Már Helgason sem er rithöfundur, ekki fagmaður
En ég fekk hann hinga vegna þess að hann var eina fyrstu sem ég ræddi við þegar COVID var að koma sem var að tala svona alvarleika þess og við vorum að ræða þetta saman og hann var að segja að kannski ættum við að horfa á það að eru ykkur aðgerður út af COVID og vitnaði í kóleru faraldrana þegar menn uppgötuðu hvernig kólera dreifðist að þá var tekið til í vaskgæðum í borgarna. Hann sagði, kannski ættum við að fara að huga að loftgæðum, þannig að við ættum að nota þennan faraldur til þess að bara bæta loftgæði í húsum og loftræstingu og við erum nú með svona tæki sem að dregur úr sýkingum sem að nota inn í þessu að því við erum ekki með glugga á þessu herbyggi. Eitthvað svona sem að myndir þú vilja fara með umræðan þangað? Já, algjörlega. Þetta er eitt af því sem að svo lærdómur sem við draugum af COVID. Þetta fer náttúrulega allt eftir því hvers konar veiru eða bakteríu við erum að fást við. Hvað til með svona hluti skipta miklu máli. Í COVID það var mjög áhugavert að fylgjast með þeirri þróun sem að varð að það menn sögðust í byrjun að því nú þekkja menn kórónuveirur, það náttúrulega eru bara algengar kvefveirur og við kvefumst þeir aftur. Og þær smitast aðalega með svona dropa og snertismiti. Það er að segja þú ert að vera mikill í nánd og menn sögðu í byrjun og hefðu rannsakað það að svona úðasmit eða svona loftborið smit skiptið ekki miklu máli. En svo fóru bara að koma rannsóknir, alls konar rannsóknir og meðal annars Íslendingur í Bandaríkjónum sem hafi rannsakað þetta og var í sambandi við okkur. Og fóru að sýna fram á það að svona úðasmit, loftborið smit í illa loftræstum rýmum skipti bara verulegu máli. Og það fór að koma svona sögur smit sem að voru mjög há, tíðnin á þeim og líkurnar voru mjög háar í svona rýmum þar sem að loftskiptin loftræstingi var léleg. Þess vegna komum við með þetta seinna inn að bæði varðandi grímunótkunna sem að menn voru nú ósparra á að skamma mig fyrir að hafa skipt skoðun í því. Hún víða eins og í almenningssamgöngum víða í Evrópu. Já, algjörlega og svo líka loftræsti mál eins og þú ert að tala að hafa loftræstingu þannig á stöðum að hún að þú veist sett með góðu loftskipti. Ég held að þetta skiptir allt máli held ég. Og ég held að þetta sé eitthvað sem þau hefur lært af og kannski verður þetta til þess að það þarf að setja nýjar kröfur bara til húsnæðis hvernig loftræstingin er. Það er átak í loftgæðum eins og vaskgæðum. Algjörlega, já. En COVID er og allir geta smittast og þú sagðir áðan að 10% af þeim sem veikjast og þar heldur bara 10% af öllum að glíma við þetta langan tíma. Já. Þetta er náttúrulega, hvernig losnuðu við þetta? Þetta er ömurlegur anskoti, COVID. Já, þetta er ömurlegur, en það er svona 10% í heildina, það eru klárlega þeir sem að fá alvarlega enginn og veikjast alvarlega, það er meiri líkur á að þeir fá langvinn eftirköst eftir sýkinguna. Sem að virkar eins og síþreita og svona ýmsan máta. Þetta minnir mjög á Akureyrarveikina sem að er fræg veiki í vísindaheiminum sem Íslendingar lýstu fyrst og þetta er bara mjög svipað þessi langtíma þreita, orkuleysi og úthalsleysi sem menn eru að glíma við. Hvenær losnu? Ég er ekkert viss að við losnu nokk tíma við hana. Vegna þess að það virðist vera að bæði bóluefnin virka ekki vel til að koma í veg fyrir smitt og koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar og fyrri sýkingar við smittumst aftur og það sem segir bara það að vendin sem við fáum af sýkingu og ónæmi svarið er ekki nægilega gott til að koma í veg fyrir aðra sýkingu og þó það kannski komi í veg fyrir alvarleg veikindi. Þannig að ég meina, mér finnst ekkert ólíklegt og að þessi koronaveira, það er að segja COVID-19 eða SARS-2 eins og hún heitir nú að hún verði bara eins og aðrar koronaveirur komið bara og við fáum bara kvef og kvefumst aftur og aftur eins og við gerum af öðrum koronaveirum. Komið bara árlega bylgjur af henni. Já og mér finnst það mjög líklega þetta er svona vetrarpestir aðrar koronaveirur og mér finnst lang líklegast að þessi koronaveira muni bara fari líka. Eitt af því sem að þú talar spönsku veikina og hvernig fólk bara gat ekki rætt hana
einhverjum árum setna og sömulegt eru við sem svona hópur sem samfélagi í einhverju svoleiðis með svona, maður geti kallað þetta svona ákveðna afneitun á tilveru COVID og eitt af því sem að fólk bregst við að segja dauðsföll og þetta er fólk sem hefur gott sem dáið, það var við okkur öll, endanum tegju við öll en það eru fólk sem þá með undirliggjandi eða þú veist og byrja að þylja upp hvað það geti verið en þú ert mjög fljótlega komin í stóran hluta af samfélaginu sem eru með eitthvað sem að mætti kalla sem undirliggjandi og öndunarfæra sjúkdóma, offitu og þú ert bara komin í þriðjunga þjóðinni að þú veist af og þá kemur svona hugmyndin það að það fólk svona við eigum ekki að berjast eftir mikið fyrir lífi þess eins og annars fólks. Þannig að það er svona siðferðislegar áreynsla sem eru í samfélaginu út af COVID. Algjörlega og hérna, yfirleitt nú fólk ekkert hefur mikið áhuga að tala svona sjúkdóma eða smitsjúkdóma sérstaklega, Það er bara helst þeir sem að hafa fengið og sem að hafa áhuga á því. Og ekki vil hlusta á oft, það er oft ekki með. Já, og svona, En það er alveg rétt að þetta er svona áhugaverð umræða. Ég meina, þetta er eins og ef við bara ræðum hvað gerðist í COVID og þegar menn voru að velta fyrir sér á að grípa til harðra aðgerða eða ekki. Og þegar menn fóru að tala sænskuleiðina eða ekki. Og Svíar reyndar greipun og þetta er svolítið miskilningu með sænskuleiðina að Svíar greipu til aðgerða en það bara einhvern veginn framkvæmdin á henni tókst ekki almennilega, þeir voru ekki með hlífðarbúnað til þess að venda en þeir sem voru talsmenn þessara svoköllu sænskuleiðar og voru mikið í fjölmiðlum og ég þekki þá menn bara ákjallega að þeir sögðu að það þýðir ekkert að berjast við þetta hún kemur fyrir eða síðar og það er eins gott að taka þetta út bara strax og láta þetta gangi yfir því að þetta mun hvort er gangi yfir fyrir það síðar og það er bara verra að láta þetta dragast á langin gott og vel og það hljómar kannski ágætlega í svona heimi þar sem að menni er ekki að bíða eftir einhverju og ég saði nú við kollega minn Anders Tegnell sem ég þekki mjög vel akkur eru þið gerið þetta svona akkur viljið ekki akkur viljið ekki gera sem þið getið til þess að halda þessu niður meðan við erum að koma með gott bólefni ef við kannski fáum gott bólefni sem að kemur í veg fyrir smit og þá var ansi hart að vera búin að missa mjög marga bara því að maður taldi þetta myndi hvort þið fara yfir allt og jú en og þetta er það sem menn hafa verið að ræða fyrir svona fram og tilbaka á að gera þetta svona hins einn og þetta er svo líka umræðan sem snertir bara gamla fólki eigum við ekki að vera að púkka upp á þetta gamla fólk sem er svona veikt og heilabilað og komið inn á stofnanir og við förum að heimsækja á sunnudögum og eitthvað svona er þetta eitthvað virði og eigum við að leggja eða bara aðra sem eru með alvarlega sjúkdóma eigum við að leggja í mikinn kostnað við að framlengja líf fólks 1-2 ár eða eitthvað skilur hvað ég við. Þannig að þetta er mjög erfið umræða. Ætlaðu þú að svara þessu spurningum? Nei. Þetta eru rosa stóra spurningar sem búið að leggja. Þetta er alveg ofboðslega stóra spurningar og þetta er spurningar sem að menni ekkert að vilja ekki taka vegna þess að þetta er svo tilfinningarlega þetta er svo erfitt. Þetta er það sem við ættum að vera að ræða því að COVID er að ganga yfir og við erum öfutlið margar fyrir kynslóðir hefur gengið í gegnum þetta. Þetta eru spurningar sem við ættum að vera að ræða. Og að sömuleyti erum við að svara þeim með því að svara þeim ekki. Já, klárlega það er bara aðgerið sjálfur sér að ignorera hlut þetta sterti líka aðra smitsjúkdóma sem að er að ganga hérna yfir á veturna hvað eigum að leggja mikið í það að vera að reyna að koma í veg fyrir það influensa, hvað eigum að leggja mikið í það að vera bólusetja gegn influensu, hvað eigum að leggja mikið í það að fá ný bólefni gegn RS-veru sem getur verið mjög slæm hjá börnum sérstaklega og líka eldra fólki og getur jafnvel sett að stað svona sjúkdómsmynstur sem að eins og astma og annað slíkt hvað eigum að leggja mikið í það að koma í veg fyrir svona sjúkdóma. Þetta eru svona mjög erfiðar spurningar, ekki auðveldar en ég er ansi hræddur það að umræðan hefði orðið ansi hörð ef við hefðum svona gert eins og Svíjar að láti hlutina ganga bara hérna yfir og við lendi í erfiðum aðstæðum þannig að á hjúkrunarheimilum og öldrunarheimilum já, hjúkrunarheimilum og öldrunarheimilum því að við getum, menn segja bara, menn sögðu heyrðu, ok, akkur reynum við ekki bara að venda og loka inn í þetta fólk, venda þetta fólk
komum veg fyrir smitt hjá því en við hinn fáum bara að vera í friði og bara sætum ekki einu takmarkun. Þetta, svona var umræðan hér. En er það tæknilega mögulegt? Nei, ég held að það sé ekki tæknilega mögulegt. Það sýndi sig bara að menn inn á þessum stofnunum að gera sitt besta, að reyna að halda hlutunum og komið veg fyrir að smitt komist inn. En þegar útbreiðslan verður mikil í samfélaginu, þá er það ekki bara það að hún kemst inn fyrir það síðan, heldur er starfsfólkið, smittast á spítölunum og dettur út, þá fer það að koma niður á umönnun annara sjúkdóma og aðrir sjúkdómar, við fáum kannski aukningu í dánartíðin og alvarlegum afleiðingum á öðrum sjúkdómum. Þannig að þetta hefur svona keðjuverkandi áhrif og við sáum það líka þegar Omikron-bylgja var hæst núna í byrjun síðasta árs. Þegar bara starfsmenn Landspítalans duttu út, það var að neyðar ástand á spítalanum, ekki endilega bara út á COVID, heldur hvað voru margir starfsmenn sem smitust og síktust og gátt ekki komið til vinnu. Þá vorum við að tala um það að leyfa fólki bara með COVID að koma til vinnu, jafnvel, og menn voru svo sem ekki ánæði með það. Þannig að það að koma í veg fyrir svona faraldur, svona smitsjúkdóm sem getur dreift sér samfélagið og þó að það sé dánartalan við núna er kannski 0,1% sem tölvert hærri heldur en við bara árlega influensu að þó að 0,1% sé ekki dvolega hátala þegar þú miklu útbreiðslu þá verða mjög margir sem verða fyrir þessu og þá lendum við í því að við getum ekki sinnt öðrum sjúkdómum, öðrum sjúklingum og þannig að þetta verður svona keðjuverkandi þannig að það er svo til mikið að vinna reyna að halda þessi skefjum en svo hægt þangað til við fáum einhverja varanlegur og betri lausn eða allavega lifi þeirri von að við getum gert það. Það er ein frétt sem við langar að berja undir þig að þið verðum svona spyrjaði út úr svona inn í almennu umræðu. Það var frétt það að væri eitthvað fólk, hópra fólki sem að væri ennþá hrætt við COVID. Það eru einangrað sig og lokað inni af ótta við að smittast og frétti var eitthvað þannig að kannski væri lausnin eitthvað svona sálfræði aðstoð við þetta fólk en því að við erum nú að tala svona alvarleika COVID þá er náttúrulega fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma sem hefur bara fulla ástæð til þess að óttast COVID á meðan COVID er umgengist eins og það er núna úti í samfélaginu. Hvað er þetta að gera við þetta? Ég veit ekki hversu stór hópur þetta er í raun og veru. Þú maður heyrðu fréttina? Já, maður hefur bara séð fólk, maður sér fólk úti í bara búð eða hvar sem er með grímur og svona er að passa sig og að spritta sig í bak og fyrir. Og ég held að þetta kannski ég veit ekki hvað er þetta að gera fyrir þetta fólk En er þetta ekki normal hegðun á þeim sem er... Jú, þetta er bara eðlilega hegðun þegar menn fara að gera sér alltaf grein fyrir því að það er einhverja hættur þarna úti, Þetta er bara svipað eins og að passa sig í umferðinni og að maður verður hræddur og sumir vilja ekki fara út að keyra því að þeir geta lent í einhverju. En sumir eru bara veikir fyrir og þurfa að gæta sín. Algjörlega og þeir verða þá bara að fá og ég held að menn hafi lært af COVID og þú getur gert það. Að það eru einstaklingsbundnar aðgerðir sem getur gripið til á þess að hamliðin eitt voða mikið. Ég meina það er engin sérstaklega ekkert slæmt að geta að fara út í búð að vera með grímu og gera það bara rétt og almennilega og ert með almennilega grímu. Hvað er að því? Það hamlaðir ekki neitt nema kannski það er einhver sem horfir á þau undarlega og það getur vel verið einhver reyti einhver í þig. Fólk hefur sagt það. En þú getur líka sprittaður hendurnar áður að þú ferð inn í búð og eftir þú ferð út og svona, maður sér alltaf þessi líkamsræktarstöðum og þá eru komnar svona einhverja þvotta og menn eru að þrífa tækin. Ég held að þetta sé bara mjög fínt menn gætu líka bara að það væri sannlega betra að spritta sig, bara allir myndu spritta sig þegar þeir færi inn og allir myndu spritta sig þegar þeir færi út. Það myndi sannlega virka alveg jafn vel. Þannig það er svona hegðun sem að þarf kannski einhvern veginn að reyna að koma á og ef að fólk sér að þetta er það sem það virkar þá er það bara fínt og kannski höfum við lært það á COVID eða svona alþýðan hefur kannski lært eða þjóðin hefur lært það að þetta er hægt að gera, þú getur varið í svona en ert samt sem maður kannski með í þjóðfélaginu.
Þórólfur, þú segist ferðast samfélagið og tala COVID. Já, ég sko... Herra COVID. Já, ég vil ekki að fólk leggist í einhver dróma, sko. Ég veit alveg, það svona kallaklúbbar og ekki kallaklúbbar, heldur svona klúbbaróttari og svona klúbbar sem að fá mig til að tala og ég segi, þú ætli að tala COVID og þá sé þið ránkólfis í raugunum og segi, ekki vera... En sko, það má ekki fara í þetta far. Við verðum að tala þetta og þess vegna ég svona bara fínt að koma hingað og tala þetta og ég reyna að tala þetta hvar sem sko að ekki gleyma COVID En maður ættir náttúrulega að segja við þig að ég vona að við þurfum aldrei aftur að tala við þig það verður líklega ekki þannig að ég veit það nú ekki en það náttúrulega komið fullt af flottu fólki fram á sjónasviði sem heldur merkjunu áfram en COVID ekki að fara, við verðum að fjalla COVID hér eftir ár og Já, ég held að Svo gæti gerst að kemist eitthvað nýtt afbrigð á COVID sem myndi ekki hleypa þessi bálabrand. Man gæti ekki líka það mun ekki koma fram bóluefni sem að tryggir okkur fyrir smiti, það ólíklegt. Mér finnst það ólíklegt, já. Þannig við munum halda áfram að tala COVID. Þórólfur, takk fyrir að koma hingað og ræðu það. Við ætlum að tala aðra veiru sem að virðist ekki geta stoppað. Ég ætla að tala við Íslending sem að í útgerð í Noregi og það sem að hann flúði í íslenska kvótakerfið og hvað haldið þessi að læðast af hennu núna? Hugmyndi Normanna að taka upp slíkt kerfi þar. Jón Páll eftir augnablik. Já, við höfum svolítið talað kvótakerfið og sjávarútvegsstefnuna, ekki síst út af tillögum nefndar á vegum matvælaráðuneytisins, Svandísar Svavarsdóttur, sem er auðlindir okkar, eiginlega marga nefndir sameiginlega og við rættað við svona helstu gagnrýndu kvótakerfisins. Og það kemur stundum upp í þeim umræðum að einkenni af kvótakerfinu hérna á Íslandi er það að það er lokað, þannig að þeir sem að vilja reyna fyrir sér í útgerð að þeir hafa fáa möguleika til þess, þeir geta verið í strandveiðikerfinu en ekki mikið og þá er oft sagt að þeir sem að vilja reyna fyrir sér í útgerð á Íslandi að þeir flýi til Noregs og reyniði það. Ég er hérna með mann Íslending sem er stundað útgerð í Noregi, Jón Páll Jakobsson. Vertu blessaður? Komdu blessaður? Blessaður. Á þetta við þig, ert þú flóttamaður frá íslenska kvótakerfinu? Já, bæði og sko, já, þú má segja það, já. Ég hef ekki verið leiður að starfa í kvótakerfinu. Já. Reyndi fyrir mér. Já, ég reyndi fyrir mér í kvótalös og í kvóta og svoleiðis og svo, já. Á Íslandi? Já, á Íslandi, já. Má ég byrja að spyrja þig þar, hver er svona þín reynsla af þeim tilraunum á Íslandi? Áður við förum til Noregs? Já, það var náttúrulega bara, já, það gekk náttúrulega bara illa. Við vorum með svo lítinn kvóta, leigukvóta og það endaði bara að við fórum bara á hausinn. Það var bara ekki flóknara en það. Og ég og faðir minn vorum saman í útgerð. En svo fórstu til Noregs, var það bara eftir hrunið eins og svo margir aðrir? Já, sko, ég var í ágætis plássi, sem sagt, þarna eftir að ég var búinn að vera í þessu basli mínu og bara í fínum tekjum og svoleiðis og svo ég var bara leiður á kvótakerfinu og svo kom hrunið og þá gafst mér tækifæri að fara til Noregs á nótabát í Noregi og svo vatt þetta upp á sig og þá sá ég bara þarna var möguleiki að komast inn í greinina sko, án þess að verða leiguliði eða eitthvað svoleiðis, skilurðu. Og hvernig var það? Segðu mig frá því, hvernig komast menn inn í útgerðina eða í einhver svona útgerð í Noregi? Kaupirðu bara bát og byrjar að fiska? Já, máli segja það, en kvótakerfið í Noregi er rosalega flókið, sko, það er efni bara í bók, sko. það er svolítið flókið, sko, en ég er náttúrulega búinn að vera þarna svo lengi, það er náttúrulega bara þekkið alveg út í gegn núna, sko. En sko, það er þrepaskipt, sko, það er sko, ringnótsnurper og það er alveg lokað, kemst enginn inn í það. Það er bara lokogrúpa sem er búin að vera lengi. Svo eru
togarnir og svo hafgóandi skip sem þeir kalla og þetta meir og minna lokað. Svo kemur kistflótinn, svo eru þeir með þetta sem þeir kallast open gruppe. Þeir fá skerfa kökunni og það svona það sem að allir normenn sem eru skráði fiskimenn geta að byrja, þannig að þú verður að vera skráður, það kallast að vera á svona blað B heita þær hjá normennum, þannig að þú hefur höfuðtekjurnar af fiskvinnslu, af útgerðinni, sem sagt bakari eða lögfræðingur eða smiður, þeir geta ekki keypt sér bát ef að meirihlutin af tekjunum kemur frá öðru tekjum sko. Það kannski svona munurinn sko. Er þetta þá svona opinn kvóti sem allir að veiða upp í, þannig að þú getur veitt eins mikið og getur þangað til að heildartalan komin eða hvað? Nei, þetta ekki alveg svoleiðis, þetta heildarkvóti á x marga báta. Já. Svo gefin út kvóti sko á bátinn sem kallast á garantert, þetta hefuru á ári sko. Þú getur sagt að það sé svona og svo alltaf svona svigrúm fyrir ofan sem kallast maximum tillegg sko. Og það sveiflast á milli ára svolítið en já, þetta en í Noregi eru bara 3 tegundir í kvóta sko. Það bara þorskur, ýsa og ufsi. Þannig að annað máttu veiða eins og vilt, steinbítur eða hvað sem það kóli og allt saman og reyndar eru svo rúmar heimildir í ýsu og ufsa, það hafa aldrei nást, þannig að það hefur alltaf verið bara frjálst sko undanfarin ára, öll ári sem ég hef verið þarna, þá hefur ýsa og ufsi verið frjálsi í þessu opna kerfi. Þannig að þú mátt eiginlega veiða eins mikið og vilt nema það eru þak á þorskinum. Já, má eiginlega segja það. Það þak á þorski. En það hefur sveiflast alveg, sko, fyrsta ári sem ég var í opnakerfinu, sko, þá var það nánast frítt þorskfiskiri, sko, í opnakerfinu, sko. Það var það, sko. En svo hefur komið ár líka sem ég er búin að vera sem hefur verið bara 25 tonna báti eða eitthvað, sko, skilur við. En þetta sæmileg útgerð, hefur gott upp úr þessu, ef ég má spyrja þannig? Ég veit reyndar að þú lentir í óhappi, það var bruni í bátnuðinum. Já, báturinn ónýtur. Ég hef komin upp úr þessari opnu grúpu, sem sagt, ég var þar fyrstu árin, ég byrjaði þar 2014, kaupið mér svo fyrsta bát fyrir ofan það 2016. 2016-2017 þannig að þá ég komin inn í kistflótan strandveiðiflóta já, sem kalla sem eru báta frá 10 metrum og upp í 90 fet eins og heitir 27 metrar en það búið að rugla þín og öllu með mörgum misviturum sjávarútvegsráðherrum sko. Þetta eru svo litlir vertiðabátar gamlir eða hvað? Já, þeir eru nú orðnir alveg 50 metra langir sumir sko. Þannig að það búið að vera svona alls konar svona monkey business í gangi. En opnakerfið alveg til staðar og það sonur minn í því til dæmis. Á leiðinu upp? Já, á leiðinu upp, já. Þannig að sko, þetta svolítið stökkpallur sko, þú veist, duglegir menn þeir geta sko, en þú veist, þá talaðu þú verður að hafa fyrir því, þú verður að fara á sjó, verður að veiða og vera réttum með við nullið. Duglegir menn geta komið sér áfram annað en það eru blikur á loftið þarna. En það ekki leið út úr opnakerfinu þannig að þegar þú ert búin að vera þar í vissa tíma þá ferð að fara ofar, þú bara aflaði peninga til þess að kaupa þig bát sem að var með heimild í strandflótanum. Ég kaupi mér þess að bát 10,99 metra langa bát 2016-17 með 9 metra kvóta sko. Það var þegar kvótakerfi var sett á í Noregi sko, þá settu þeir 9, 10, 11, 12, 13 alveg upp í 27 metra sko eða eitthvað. Sem sagt, og svo 1 9 metra kvóti bara svona mikið
að þorski, svona mikið að ufsa og svona mikið að ísu. Svoleiðis þetta, já. Og ég keypti mér eitt svoleiðis kvóta og bát. Seldi báti minn gamla og já. En ég spurði aðan hvort þú hefur gott upprúsu, það þannig? Já, gott upprúsu, já. Hefur maður ekki gott upprúsu þegar maður hefur sitt lifibrauð og ánægður. Þar var maður, ég veit ekki, þetta var allavega, já, við fjölskyldan hefum allavega lifað þessu. Þú ert ansinn norðarlega, þú ert í Finnmörku, hérna, ég veit ekki, hafið sem er hérna fyrir utan, hvað heitir þetta? Barentshafið bara. Bara Barentshafið, og þetta er ansinn norðarlega. Já, Dumsaf eins og Magnús Þór Hafstein orðar það, hérna í bókunum sínum, já. Já, við erum reyndar að fara niður aftur, sko, þú veist, ég kom í nyrsti punktur sko, honnings eða sérst núlkinn, sko, við erum farin að sveigja svolítið niður, en ég er á 75 gráðu. Já, það er svolítið fyrir norðan Ísland. Það er svolítið fyrir norðan, já. Og hvernig er þarna, er ekki kalt og dimmt og? Jú, það er dimmt þarna á veturnar, en janúar, já, sólin hverfur 15. nóvember held ég, nei, já, 20. nóvember, kemur ekki fyrir februar, en hann kallaði blái tíminn, sko, og er eiginlega ekkit engi birta, sko, en já, þetta er erfitt, já, þetta er. Já, þetta er svo sem ekkit rosalega frábrigði, ég er alveg upp á Bíldudal, sko, þar voru oft leiðindar vetrar og norðanátt og kalt og landlegur og svoleiðis, sko, en svo sumrin eru alveg frábærana, bjart allan sólarhringinn og sól bara og það er nú bara, ef maður fær einn góðan dag á sjónum, þá gleymir maður öllum þessum 10 leiðilugum. Þetta er svo norðarlega að þarna er eiginlega golfstraumurinn hefur ekki árið þarna, þetta er ekki svo Lófóten eða eitthvað sem er eiginlega miklu betra veður heldur en maður myndi ætla miðað við breiddargráðu, Já, við erum ekki eins, við fáum ekki eins mikið af golfstrauminum, nei, hann er ekki, sem sagt, veðurfarið við Lófóten og þar bjó ég fyrst, sko, það er betra, sko, það er það, en við fáum oft mjög hlýtt loft, sko, frá Rússlandi og þar á sumrin, sem sagt, þegar þá er það búið að fara yfir slétturnar og þannig við fáum, sko, fáum það, sko, en hitastig á sjávar er nú bara svipað á Íslandi, sko, ég held það, sko. En þið kunnum vel við ykkur, allavega er sonurðinn, ætlar að feta sömu leið? Já, hann keypti sér bát fyrir 3 árum, 17 ára gamall. Herðu, en sjávarútvegsstefnan í Noregi, einhvern tímann var verið að tala um það að þeir myndu taka upp svipað kerfi og við, er sjávarútvegsstefnan þeirra að breytast? Já, hún er að breytast, hún er mikið að breytast og þeir eru á hraðri leið, sko, í áttina okkur, sko. LJU-leiðina? Já, má segja það, sko. Manst þetta myndin Groundhog Day, með ég finnst ég vera að upplifa þetta aftur, sko. Ég upplifa þetta sem 20, sko, pappi var í útgerð á Bíldudal og öllu þessu, sko. Þannig ég er að upplifa þetta aftur, skilur, þetta er svolítið sérstakt, sko. Það er þetta sena í Guðföðnum, held ég, Guðfærin 3, þar sem að Al Pacino segir, sko, ég held ég verið sloppinn og þá dragaði mig aftur inn, þannig að það er kvótakerfið þeirra eftir þér. Já, einmitt, það má segja það, sko. Og það er svo gaman að það eru sömu rökin, sko, meiri arðsemi, færri bátar, meiri arðsemi. Og þú veist betur. Já, þetta er svo, ég múttulega predika mitt, sko, þú veist, já, til hvers, sko. Það er spurningi líka, Gunnar, fyrir hvernig á arðsemin að vera? Á hún að vera fyrir, eflaust er náttúrulega hægt að hafa arðsemina mikið meiri að gera úr 10 báta, en á það að vera bara arðsemi þá fyrir 10 eða er betra að dreifa arðseminni þannig að kannski
50.000 manns kannski eða ég veit ekki, 3.000 manns hafi möguleika til þess að lifa. Þetta spurning. En nú normenninni verið svolítið sterkir í svona byggðastefnu, þeir eru með ýmis konar, en varðandi það að hvaða áhrif svona íslensk kvótakerfi hefði á byggðirnar, eins og til dæmis bara bæinn sem að þú ert í, það geti bara lokað honum. Það myndi hafa skelfilegar afleiðingar fyrir Bátsfjörð til dæmis. Það myndi gera það sko, og Vardu og alla þessa staði sko, myndi gera það sko, þetta myndi lokast sko bara, hreinlega sko. En á móti kemur reyndar að það verðar sem sagt, það er langt að frakta fiskinum sko, þannig að skipin verða að koma þarna og landa sko, ef þeir eru á ferskfiski sko, þannig að það er aðeins öðruvísin á Íslandi sko, þannig að, en sama þetta myndi örugglega hafa breytingar sko, en sko ég held að normenn séu nú aðeins meiri svona demokratar sko, heldur en Íslendingar sko, að ég held að opna grúpan, þeir fóru ekki að hreyfa við henni held ég sko, þeir muni ekki fóru að hreyfa við henni sko, og þegar Helga Pettersen var ráðherra sko, þá hafði hún það í gegn sko að samarnir fengju kvóta, þannig þeir eru búin að fá hluta af kökunni, og það núna heitir það svona kistfisk tillegg, og það fá allir báta sem í opnu grúpunni það núna sko, sem búa í sveitafélögum sem hafa samiskar rætur, og það öll Finnmörk og Troms og svona sko. Það er það sem kalla sjósamar, það sem að Íslendingar kannski sjá fyrir sér sama sem eru með hreindýr, en það var þarna meðfram allri ströndinni svolítið líkt í hvernig Íslendingar þreifðu þorran hérna á öldum áður, þar sem að menn áttu kannski eina mjólkandi belju og örfáar skjátur ykkurar og voru svo að róasetti fiskjar. Já, en samanir voru með nokkur hreindýr og svo róasetti fiskjar. Það var þannig sko, en ég heldur fóru ekki að fara í það sko, en við erum nú með, það er vinstri stjórn núna sko, sem að voðalega hægri sinnu sko, sko síðast, við vorum með hægri stjórn í 8 ár og hún breytti rosalega miklu, hún leyfði til dæmis að sameina kvóta meira í kistflotanum sko, þannig að núna það þannig að þeir mega hafa 5 kvóta sko, einn kvóti bara sem sagt, eins og 1 9 metra kvóti, og þá held ég megi hafa orðið 5, sko eins að segjum til dæmis að báturinn með 25 metra kvóta, þá má hann hafa 5 25 metra kvóta, þá náttúrulega 5 bátar farnir, og þeir eru náttúrulega að krefast að það verði núna aukið í 10. Þú veist, þetta er svona alveg sama þetta er svona sama á Íslandi sko, þannig að þetta er mjög sérstakt að upplifa þetta sko, svona sko. Að þessi sjónarmið vinni aftur, sem að raunverulega rústa svolítið sjávarbyggðunum og flytja kannski arðinn af auðlindinni frá því að vera meðal margra sjómanna og margra sem í fiskvinnslu og margra sem í þessum sjávarbyggðum yfir kannski til örfárra. Þetta svoleiðis, stefnan þannig núna sko, því miður sko, og svo náttúrulega eitt annað sko, það ef þú skoðar skuldsetningu í norskum sjávarútvegi, þá hún bara svona, þú veist, það bara menn að kaupa kvóta. Og hvað aðalhræðslan hjá mönnum sem eru að kaupa kvóta, það að kvótinn lækki verði, og það náttúrulega allt gert til þess að kvótinn lækki ekki verði. Og það eru fjármálafyrirtækin eru komin inn í þetta sko, þannig að einhvern veginn finnst mér bara eins og stjórnmálamenn sé búin að missa tökin á þessu. Bara kemur ekki óvart þetta látið flæða núna bara sko. En kannski eru stjórnmálamenn að vinna fyrir þá sem að hafa hagað þessu. Já, það er náttúrulega alveg greinilegt sko, það er náttúrulega hægri stjórnin sem var hérna á undan þessari sko, hún vann markvisst að þessu sko og gerði það sko. Segðu mér Jón Páll, þegar þú ert út í Noregi, hafa normennir áhuga á að heyra reynslu þína frá Íslandi? Hlustað á það því að þú ert maður tveggja heima? Jú, þeir hafa mikil áhuga á því sko, að gera það sko. En
það er náttúrulega, er dálítið hræðsla sko, sérstaklega svona, já minni útgerðarmönnum, sem eru með minni báta og eru svona, eru orðnir svona, já, sko, á ég að taka næsta skref sko, á ég að kaupa mér meiri kvóta eða á ég að hætta sko. Það er alltaf það eru menn sem bara er tilbúnir að kaupa sko. Það er á fullu. En þá eru bátar undir 11 metrum mega bara veitt kvóta eins og ég. En það er verið að vinna því sko að það verið leyft að vera með fleiri sko, þetta kallast struktúr sko. Já. En jú, maður heyrir það er mikil svona, já, það er svona, hann er rosalega, norskur sjóvarður er núna rosalega svona, rosalega ólík sjónarmið og þetta er voða sérstakt sko vegna þess að við erum allir í sama stéttarfélaginu, eða sem sagt, þetta heitir Norges Fiskalag sko, svo deilist það í sko, stórútgerðin er með okkur sko, með okkur, sem sagt, og svo er þetta barátt á fundum sko, og svo er verið að reyna að sætta menn og það gengur ekki neitt og þetta er rosalega skrítið ástandana, þetta er svona, eins og ég segi, þetta er svona svolítið minnir mig á þarna, þú veist þarna 86, 7, 8, 9, 90 heima. Ja. Hvaða leið á að fara sko? En svo náttúrulega eins og ringnótin eða stóru nótaskipi, þau eru læst sko, það er bara læst grúpa sem enginn kemst inn í sko. Já. Það er svolítið gaman að segja til það núna, þetta er alveg byggt upp á Íslandi, vissu. Þetta var svona, nótaskipin voru þannig að það var skipstjórinn og það var vélstjórinn sem stofnuðu saman einhvern tímann eftir 1970-80 útgerð og byrjuðu að veiða. Og kannski einn með þeim en þá bróðir eins eða svoleiðis og voru kannski 4. Og núna er að gerast sko að þessar fjölskyldur eru bara, þær eru að splittast algjörlega. Það eru núna margir nótaskipbátar sem eru búin að vera til sölu vegna fjölskyldu, þegar 3. kynslóðin er að koma núna, að þá springur þetta, að springa sko. Og þá eru komin ættingjar sem hafa engan áhuga á að halda áfram, en vilja fá peningin. Og þetta er svona, maður er að skrítið að upplifa þetta sko. Það eru 3 útgerðir núna bara á stuttu tíma sem hafa sprungið og ein er ennþá bara í málaferlum sko. En það eru svo miklu peningar þar að það eru aðilar þar sem að þessi lokaða grúpa, hún einhvern veginn býtst þessar útgerðir svona eins og úlfar sko, þessar skilur. En það er ekki sem kemst. Er það ekki líka oft á minnibátunum að það er kannski, segjum að útgerðarmaðurinn er komin á aldur, er kannski 60 eitthvað sliðs og börnin hans, hann á 3 börn og það er eiginlega of lítið fyrir þau get ekki lifað því, þannig að það verið þá mögulega eða einn myndi vilja taka yfir útgerðina, þá þarf að kaupa heim í burtu. Maður sér þetta ofti til þess kúabændur lendi í þessu, að það er eina leiðin er bara að selja kvótan í burtu til þess að geta einhvern veginn enda starfsæfina með einhverju sátt við börnin sín sko. Já, það er mikið að gera, það er mikið þetta núna, þetta er að koma mikið inn núna, sérstaklega eftir að kvótin er orðið svo mikið verðmæti. Ég veit það er málið. Þú sér að þegar ég kaupi minn fyrsta kvóta 2017, þá keypti ég 1,5 milljón norskar. Nú er að metin á 4,6. Þú veist, þetta er bara 18, 19, 20, 21, 22. Þetta er á 5 ár. Þá getur ímyndaður í 9 metra kvóta sko. Þá getur ímyndaður hvað 15 metra kvótir eru verðmætur og svo 20 metra. Þetta er bara, þetta er það sem er að gerast líka. Og svo er annað sem er að gerast líka að menn geta bara ekki keypt heldur sko. Það er orðið meira, þú veist að venjulega menn kannski fyrir 10 árum gátu mikið meira venjulega menn keypt sig, en það er bara ekki hægt lengur. Þannig að þetta er eins og er hér heima.
finnst þetta ógvægileg þróun sko. Ég er búin að vera að segja þeim að þeir eigi ekki eftir sko ég segi þeim alltaf sko, það dómstafurinn ekki kominn sko, en hann nálgast sko, þanniglega fyrir norska sjávarútveg, því að við vitum alveg hvernig þetta verður sko, þetta verður bara meiri skuldir og vesen en ég hugsa að þeir eru það miklu demokratar að ég held að þeir munu aldrei hrófla við þessu opnu grúpunni sko, ég held að þori því ekki sko, í þá held ég yrði allt vitlaust sko. Má ég spyrja þig, manstu það hvað það stór hluti af heildaraflanum sem í þessari opnu grúpu? Já, það er nefnilega svolítið magn sko. Það er nefnilega svolítið, ég man ekki alveg hvað það er í tonnum sko, en mér minnir að það hefur verið 27.000 tonn sem opnagrúpan hafði í þorski í fyrra. Ég er samt ekki alveg viss, en það er nefnilega svolítið magn sko. Þannig þetta er umtalsvert, þetta er ekki svona eins og strandveiðarnar á Íslandi? Nei, og svo náttúrulega erum við náttúrulega með þetta sem heitir ferskfiskskorning, ég veit ekki hvort þú veist, það er til að tryggja vinnslu í landi og sérstaklega út á landi, eða sérstaklega norður frá. Það er það sem ég hef lifað á, þú fær aukið þorskkvóta eins og þetta er svona svipað og línuívillunin var heima, henni kannan þetta heitir ferskfiskskorning, þá er það bónus í þorski sko. Þá getur þú verið með svona mikið meðafla í þorski þegar þú ert að veiða aðra tegundir. Það byrjar sen í mánaðamótum júni-júlí og er út árið sko. En það er bara fyrir bátar sem landa fest. Svo... Jón Páll, þú ert ekki eini Íslendingur sem er hérna úti í útgerð, það? Nei. Þeir eru nokkrir? Þeir eru nokkrir margir sko. Já. Sem hafa komið þarna út af sömu ástæðu og þú, að það er ekki hægt að byrja í útgerð á Íslandi? Nei, það er náttúrulega ekki hægt sko, það er alveg sem að hver segir sko, það er ekki hægt. Já, þetta er náttúrulega, það er alltaf viss, það er nefnilega alltaf viss prósenta það ekki sem vill vera sjálfstæður sko. Já. Þólir ekki að það yfirmenn, það er svona ákveðin manngerð, eftir þannig, þólir ekki að það yfirmenn? Ég veit það ekki, ég þóldi aldrei lengi sko að vera stýrimaður sko. En ég var í nokkur ár sko. Það verður að hafa eitthvað tækifæri fyrir þá og þið verður að geta unnið fyrir sér. En þú veist það er rosalega nýliðun í norskum sjávarútvegi, það er rosalega margir sem eru að mennta sig í sjávarútvegsfræðum. Mikið meira held inn á Íslandi sko. Ég var ekkert að spyrja stýrimannaskólan heima, það er bara einhver örfáir sem að mennta sig þar á ári sko. Þannig að þanniglega er þetta mjög jákvæmt sko, en það eru rosalega, svo er þetta náttúrulega á þessum, sonur minni er sko líka á svona stóru bát, svona stóru snurfubát sko, það er rosalega góð laun þar, það er náttúrulega, hann var þar lærlingur sko og svo er hann búinn að fastpláss þar og svo er hann með útgerðina við hliðina, byggja sig upp sko, smátt og spátt, en hann ætlar sér bara að verða eigin herra sko, en það er mjög mikið bjartsýni þannig sko, þannig að það er ekki allt svart sko, en þetta er svolítið ókvæðileg þróun með hvernig þeir vilja þjappa þessu færri skip sko, og þessi rök þau haldir henni ekkert sko, þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og ég segi alltaf við þá, jú, sjávarútvegurinn á Íslandi, hann blómstrar, en fyrir hvern? Þetta arðsemin þetta snýst það að hafa aukna arðsemi, það þýðir að fyrirtæki sem er ekki með meira arði, með meira arðsemi sem að þýðir að fyrirtækin hafi getu til þess að borga eigundur sínum meiri arð og það eru náttúrulega fáir sem eru eigundur af stór útgerðum í Íslandi, það eru bara 5-6 fjölskyldur. Já, þannig að þá sem hef ég sagt við vinnum minn í Noregi, viljið þið hafa það þannig sko, eða sko, Trillukall í Noregi, hann getur bara haft það mjög fínt sko, og ekkert að því sko, og eins og við höfum það bara allt í lagi sko, ég er ekki verið að milljarðamæringur á þessu sko, en við höfum náðu að byggja okkur aðeins upp og svona, en þetta er óbæðileg þróun því miður, en ég veit ekki hvernig þetta þróast, en
stjórnin sem núna, hún minnihlutastjórn og hún kemur engu í gegn sko. Þessi sem eru við stjórn núna, þeir lofu nýju frumvarki kvótakerfi sko í desember sko fyrir ári síðan sko. Og nú segja þær að ég að koma í strax eftir páska. En ég held sko þeir hafa ekkit bólmagn á villisi, það eru þarna flokkar þarna á vinstri vængnu sem þeir þurfa stuðning og þeir vilja ekki fara sömu leið held ég með sem sagt meiri samþjöppun sko. Nei, þannig að þetta er skrítið sko, svo náttúrulega þetta mjög skrítið hvernig þetta að fara. Já, herðu, Jón Páll, ég þakka fyrir að koma hérna við rauðaborðið langt að. Já. Gaman að tala við, fæ kannski að heyra í þér meira eftir páskana, hvort að komi nýtt frumvarp. Já, ekki málið. Ok, herðu, kæra þakkir. Herðu, þetta er þá síðasta sem að verður við rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum mínum kærlega fyrir að koma hingað, ykkur fyrir að hlusta. Benda ykkur á enn og aftur að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikeri samstöðurna með því að læka síðurnar bæði á YouTube og Facebook. Þið sem að viljið styrkja samstöðuna og hjálpa okkur við að byggja hann upp, geti gengið í Alþýðufélagið. Þar eru félagsgjöld eins konar áskrift af samstöðunni, 2.000 krónur á mánuði. Þá eignist þið ásatt öðru félögum í Alþýðufélaginu samstöðuna því að samstöðun er eini fjölmiðlinn á Íslandi sem í eigu lesenda, áhorfenda og hlustenda. En ég segi takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.